Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 31. júli og FM 95 Blöð eru snúnir aftur úr sumarfríi. Síðustu 7-8 ár hefur þessi þáttur verið í beinni útsendingu frá Vestmannaeyjum eða þjóðhátíð, en eins og flestir held ég vita, ég vona að vita allir allavega sem ætlu að það ekki þjóðhátíð ár. Þannig við erum staddir hér í stúdíónu upp á Suðurlandsbraut, líður svo sem ágætlega hér, en viðurkennið að það væri meiri stemning að vera í Eyjum og áttum meira að vera á stóra sviðinu á laugardagskvöldinu, en það þýðir ekkert að grenja það. Beint á móti mér, við erum með fullan bát, sitja tveir, ég ætla bara svo langt að segja snillingar. Annar fyrirlið þáttarins, heitir Egill Einarsson og þú mætir alltaf og þess ertu fyrirlið, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Nei, þú mistir ekki að mörgum vöktum, eiginlega bara þú tenegilsi. Já. Þú fætti Tenerife 2-3 árið, þá missur út. En það pyrjar mig líka ekkert aðeinslega mikið. Ég spáði bara að fljúa heim í eitt þátt og aftur út, sko. Ég í Tene. En maður ekki líka komin bara pæling að vera með þáttinni í beinni frá Tene? Yes, sko, ok. Ég get verið tenegilsi, en missa ekki af þætti. Hljóma það koncept. Það bara mjög gott koncept. Hljóma fárlega vel. Og látum bara Richard læna þessu upp. Já, ég var með þess að búin að heyra í Svala, hann var til í þetta, við verum í beinni frá Tene. Hann þekkir hvert krók og geima það, Ég held líka að Svali sé að standa sér vel í COVID-19. Tene að gera flotta hluti. Ég heyrði það nafnilega. En eins og þið heyrðu þá Guðfæðurinn líka mættur á sinn stað. Steindi Junior, hvernig erst þú? Vistu að ég bara fyllandi góður í dag og fróðandi fín. Það gott að heyra. Þetta ekkert að trufla þetta COVID sem kom aftur upp og... Nei, þetta nú bara, sko, ekki allir búin að vera bara svolítið varkárir og... Greinilega ekki. Nei, þú veist... Býttu, eigum við að, ég glemta, eigum við að vera með grím? Nei, það voru einhver regla? Ég held að séu 2 metrar frá mér í The Godfather. Já, og 2 metrar og 2 metrar í Cash. Já, En ég held að séum bara... Við erum að gera þetta rétt. Ég er nokkuð vel sett upp hjá Fat Richard, því að það langt á milli í Mækaðin. Já, það eru 2 metrar, þannig að við erum að virða það. Nei, en það hljóma vel að vera bara í beinni útsendingu bara í svefnherbergi á Svala. Við erum bara heima í honum á Tenerife að senda út. Mér fara að langa svo í sól, sko. Og síðan sem við gerum, þetta er business idea. Við saminum þetta að þátturinn sé beinn úti með þessi frábæri ferðarskastofu Gilsa Travel. Hálkum heilli flugvél að fyllibuttum út, íslensku fyllibuttum. Og erum sem bara með gig á okkur pubban og Tene kvöldi. Já, bara ball. Yes. Já, við getum verið með gig bara hverju kvöldi þarna. Það allt morandi íslendingum. Allir íslendingum myndu mæti þess að veisli. Herru, hvað heitir eftir þetta helvítis barinn sem Mike er með? St. Jugans. Já, St. Jugans. Það er ræðilegt á munir það ekki. Það er frekar flókin nafn. Já, hvernig datt manninum í huga að skýra þetta St. Jugans? Áhverju heitir þetta ekki bara Mike? Mikes. Já, Mikes. Það er fyllibetta nafn. Það verður tölvöld betra, sko. Og hann heyrir Mike og heyrir hugsaður bara fyllibetta. Gótt nafn á bar. Ég hef aldrei hitt meiri fyllibetta Mike. Þetta heita bara Mike. Við erum þar á hverju kvöldi. Hann ekki góður með nöfn á stöðum að Mike, eins og hann nú góður bara eigandi, því að síðasti staðurinn sem hann hétt Home. Nýr í bæ. Já, ég man að við Hugi vorum eins og staðið þar og Cuz bara að tjekka á mér. Digital Cuz. Já, og hann sendir, hvar eru þið? Og ég sendi á hann Home. Þá hélt hann ég bara verið frá hann heim. Og tjekkaði ekkert meira á okkur. Hann átti staðinn? Nei, það var Mike sem átti staðinn, sko. En þá fattaði ég bara hversu lélegt nafn þetta var. Home, því að þú bara, það eins og þetta kom heim til. Það skeina Mike-arunum með nöfn. Hann er góður í öllu öðru. Já, það er þannig. Hvernig var sumarfríið hjá okkur drengir? Það var frekar ljúft. Já, fælegt bara, með nýja babyið og... Já, maður gerði náttúrulega ekkert mikið. Maður fór bara að kíkta grúnt og fór í sumarbústað og eitthvað svona. Já, en Egill? Já, veist, ég var alltaf, sko, ég var í vinnu í sporthúsinu. Ég var bara í sumarfríi frá þættinum, sko. En ég tók samt nokkar daga frí. Þetta því að þetta fyrst að þetta fara í ammali á Blöð, svo tók viku. Það var viku frí frá vinnu. Og það var 2 dagar samt, sko. Nei, það var ekki 2 dagar. Jú, 1 var á lögadegi, sko. Það þarf samt nokkra dagar að fara að jafna sig eftir svona partí, sko. Já, ég var bara eins og eftir þjóðtíð. Það er að útskýra hérna hvernig ammælið þitt var Blöð. Það var á lögadegi í Hörpu. Á Veislan. Og skýrið þetta mæta klukkan 6. Ég byrja að preppa með svona upp á hádegi. Þannig allir dagurinn fór ég að undirbúa. Fórst að preppaði upp úr hádegi? Það mættir ekki bara klukkan 6 og fekst þér í glas. Það fer ekki bara í jakka og fer út? Hvað, er hann að gera mig sexy fyrir ammælans Blöð? Hvað greiða er það? Bara gera mig huggulegan. Hvað meina eftir 6? Það var hádegi til 6. Það eru séu alltaf vakna í 2 cm á sunn. Þannig að allir sunnundar fyrir ég að vera upp í sófa og vorkina mér í fókstellingunni. Rými í gang á mánudegi, aðeins fann að geta tekt úr mér. Svo ég er orðin svona 25% þrið. Nei, rúta til Rangá.
Og skemmtur þér ekki? Ég er búin að missa þarna 3 daga í ammælinu. Reyndar varst þú í The Penguin Suite sem var flottast að Þetta var í The Penguin Suite sko. Já, var ekki, það ekki að vera. Já, svo varst að setja inn á Instagram eitthvað. Hvað er Öddi búin að setja mér? Við höfum þá hreinu og ég var ekki að borga þessa svítu fyrir Egil sko. Hann borgaði hana sjálfur. Því ég fekk sendt svo mikið bara hvað ertu orðin eitthvað rugglaður og fólk er bara ég var að borga ranga fyrir alla sem er bara algjör misskilningur sko. Nei, ég var ekki. Og þetta var viku ammæli, en ég var hrósaður. Þetta var ekkert eðlilega gaman. Sko, það er ekki hægt að finna meiri ammælisbarninu en Blöndal. Og það var líka, sko, svo ég afsaki með aðeins með þetta. Það var líka búið að stigmagnast bullið í ykkur bara. Hvernig verður fertugsamlega? Þannig ég fór á overdrive bara, ég var bara orðin vangið. Ég gleymi aldrei, það var næst ég búið að skipta skráin svona heim hjá mér eftir eitt ammælið þitt. Það var þegar þú varst ekki, þetta var ekki stór ammæli, hvað varst þið, 36 ára held ég. 36 eitthvað svolítið, svo það var á 50 Við hittumst þeim í auðvitað, hann bauð nokkrum heim í garðin, grilla, tókum boccia, voru bara eitthvað að drekka og hafa gaman. Króksar elskar boccia. Já, var ekki með það Og Bon Jovi. Króksar elskar Bon Jovi og boccia. Og hérna, nei, það var ekkert mikið meira plan en það, við vonum bara þess að fá okkur, fórum í bæ og eitthvað svona. Síðan 50 dagur og á þeim tíma, ég veit nú ekki hvort þetta sé ennþá þannig, þá var Keflavík, bærin lokar 1 en Keflavíkingar, þeir keyri í sig til 5. Já, á 50 dögum, það var þannig alltaf í Keflavík sem var stór hættulegt fyrir fyllibitur í sokkum. Það var bara ákveðið að taka taxa til Keflavíkur og við bara patti í svo alla þessa staði og þegar það var búið, þá var farið heim til hans, hann sleppti mann ekki, þá var farið heim til hans aftur í bótsíða. og þá fórum við, nei ekki eins og ég sagði við þetta, ég sagði við Sigrunni grínið í fyrir út, ég verið komið fyrir 10 í fyrramálið og hún ringdi í mig klukkan 10:10 brjál, ég er ekki döga, hún var brjál. Þá sáttu við ennþá í sófanum heima í NBA Jam. Við tveir og Sverri Bergman svo á dögstunum. Þetta var svona sólarhings kerst. Og hann var 36 ára. Já, en þetta samanlega var vikukersla. Þannig ég held að blöð 50 þá fara hann bara í hjarta. Nei, ég get lofa þetta var svona síðasta stóra sem ég geri. Næstur ég bara 50 þá langar mér bara fyrir golfferð eitthvað. Já, annarkvort það eða bara sprauta hvað annað með heroin í augun. Hvað verður gert? Keyrið þið fyrirlega beint í The Penguin Suite sko, ég aldrei hann glaður að eða minn. Keyrið þið ekki neina svítu maður. Við erum með rosalega þátt í dag. Handa ykkur kæru hlustendur, við ætlum að koma með kvelli úr sumarfríinu. Splungun nýr dagskrárliður lítur dagsins ljós. Ég er mjög peppa verið því. Við viljum ekki gefa of mikið upp með hann. Nei, sko, best að segja bara ekki neitt í rauninni. Það er nýr dagskrárliður. Ok, hann er snemma þannig að það verður bara keyrður í gang. Já. Mér langar svona pínu að gefa svona má hint. Já, getur gefið smá hint. Ef að segja hvað dagskrárliðin heitir og ekki ræða með það. Ok, dagskrárliðin heitir Egil komið þetta á sumarfríinu. Hversu graður er Sólu Hólm? Heitir hann það ekki? Jú. Ég spá, það sem látið sér að spá. Heitir dagskrárliðin hversu graður er Sólu Hólm? Ég ringdi nýjan fyrir í dag sko. Já, ég gæti allir kannski að skýra þú veist, graðast í þróttarinn eða eitthvað svona að reyna að fela þetta aðeins. Nei. Sko, vinnu heitið núna er hversu graður er Sólu Hólm. Ok, það er ekki búin að negla. Ég er ekki útilöku á við editum að eitthvað. Þetta er ekki trailerinn, þá kannski er ekki gott að kemur trailer. Ég vil er í til í það. Það er þetta rosalega að kemur trailer sko. Sko Sóla áttur að hætta að tala við þig. Á nóg að pyrra það ráðan í símanum. Herru, ok. Svo er í fyrsta sinn í langan tíma og ég er vel peppar. Það er íslensk slúður. Þeir eru ekki verið í nokkra mánuði sko. Meiri sumarfrí. Frakandi fest í dagstrákar. Og sélefinn var skítalið í mánuði. Já, það er búið að vera mikið vesen. Og svona ef ég á að draga kannski einhvern upp svona fram í byrjun, bara svona aðeins til að halda fólki og hlustendum á tánum. Þá er náttúrulega Ásgeir Kolbeins, kannski, hann er náttúrulega ekkert eðlilega, hann er með líkamshitta á heilanum og það er náttúrulega COVID og hefur alltaf verið með það. Já, er hann hrættur út af, er hann einhverju svona COVID-panik? Það er rosalegt COVID-panik á Kolbarnum og þannig er það bara og svo var Helgi Rafael, það er ekki gott að frétta honum. Nei, það er bara vægast sagt. Það er spennandi að heyra. Nei, það er bara komið fíkniefni í spilið og fleira. Hann skotið sjálfur. Það er leiðilegt að heyra. Við fáum þetta allt beint í Já, þetta verður kyrtinn og eftir. Þú ert líka með fellow kids. Svo er How do you do fellow kids ég er svo ánægð með hlustendur og sérstaklega kannski unga hópin sem er að senda inn þessa frasa að frasarnir eru geggjaðir í dag og þetta eru alvöru frasa sem hlustendur er að nota og ég veit að Egil byrjar að taka mikið frasan inn, hann nota pause mikið sem er piece of shit og líka Gucci. Ég nota mikið Gucci og mikið af mínum vinum er fann að segja núna Gucci. Það er nokkru frasa sem er fann að skila sig. En er ekki skrítið að því að þetta er dagskalur það sem við erum svona að reyna að halda í the youth. Er ekki skrítið að vera fertur og segja Gucci?
Er það ekki bara hallarslegt? Það er damn good point. Það ekki? Já, en samt þú veist Bara fertu kall bara eitthvað að þetta er Gucci. Það er samt ekkert Það er svona að reyna Það er ekkert Gucci vinnan hugsunarblöð. Þú ert ekkert eldri. Ekki vera pós. Ekki núna. Ekki vera pós. Og já, svo eru við bara með fasta liði. Spurningakefnin, hvað er í henni í dag? Sko Já, óibarast, þú sagðir það á hann. Já, þetta er það the vitum king of handling the rich celebrity lifestyle. Það er Og það er ógæst. lífstíl sem fylgir að vera rich and famous. Já. Og hver höndlar það betur? Er það Auðun eða Steinþór? Það er eiginlega bara keppni sem ég langar bara ekkert í ef ég voru að fyrskilja. Og hvað þá að vinna það? Þetta stefnir bara í alvöru viðbjóð. Ég held við ættum bara að geima keppina og sjá bara hvort það verður tími. Já, kannski verður spurningakefnin ekki í dag. Við sjáum til hvort við um tíma. En ég ætla að byrja þetta með látum og koma ykkur drengir og öllum hlustundum í gýr. Hvernig líst ykkur á? Hlaðvarp FM 95 Blö. Byrjum þetta með látum, Bubbi Mortens, Serbin. Hversu gott er þetta ladringir á skalanum 0-10? Besta bubbalagi. Öskur trúðsins í nóttunni. Er þetta ekki 10 hjá kallin? Á hann eitthvað betri lög? Netta drullið stóni með þeirri setningu. Öskur trúðsins í nóttinni. Já, hann Sérst segir hann það. að rakka nöðu steindaðar? Já, svona eins og stendir sér fullur öskrandi eitthvað. Já, ég væri bara svolítið til í að heyri ykkur tíma í Bubba. Næst í síðan og ætla að spurja hann svolítið út í þess að texta. Já, ég var með þess að búin að lofa að spyrja hann í hérna tónlistamennum okkur. Já, það er nefnilega svolítið erfitt að lesa allan þennan texta sko. Já, en Þú tekur hjá Bubba í tónlistamennur okkar. Já, og hann byrjar að taka. Það er veislan, ríkilega gaman. En það er komið að slúðri. Eru þið tilbúinir, drengir? Við erum klárir. Ég er með ágætis pakkand ykkur. Ég ætla ekkert eitthvað að fara yfir hvað gerðist með vorum í sumafrí. Ég ætla bara að koma með nýjasta og heitasta slúðri. Erum við ekki alltaf þannig? Já, Jú, ekki. Við erum bara on point. Ég vilt ekki koma eitthvað gamalt slúður. Nei, það er ekki Ég við. ætla að heita það slúrið. Þetta setja á því rakspýra Já, hvað er því? í miðjum Það er eðlilega góð þætti. lykt að það sko. Já, við erum Já, bara af frí Það er að gefa það smá það. Nei, ég er feskur sko. En ákveður þetta setja á því núna bara klukkan kortir í 4. Það glæpur það. Ég með spara steikt að vera í Ok, miðjum þetta þætti að pirrar þig. setja. Já, svo- Nei, þetta er ekkert að pyrra Svo var hann mig. að skipta buksur á hann líka. Hvað varstu? Ég vinn í sporthúsinu og ég kom beint. Það flókið það. Nei, herru, ok Hvað var ég? Já, fyrsti slúðumólin Ég held að við nú ekki farið fram hjá neinum að okkar maður, Kanye West, hann er búin að vera í einhverjir maníu, kallinn. Já, já. Og Það er að vera president. já, er búin að vera bara í tómi tjóni. Tók eitthvað rampage á Twitter og kalla konuna sína Kim Jong-un og eitthvað, ég veit ekki hvað og hvað. Og hann neitaði að hitta Kim Kardashian. En Justin Bieber hann flög vist til Wyoming og hitti Kanye West og náða sannfæran að hitta konuna sína. Þannig að það er Justin Bieber að þakka að Kanye West og Kim Kardashian hittust loksins eftir allt þetta rugg. Það er kókurinn er í öllu. Þetta er Beat Machine. rosalegt. Já. Það er ekkert sem maður getur ekki græða. Nei, þetta var fallega gert á honum. Já, veist. Og Steindi hatar hann. Nei, ég hatt hann alls Hvað er ekki. margir sem geta græja þetta? Bara Bieber gerði Nei, byrju, þarna þetta er Það stór. er eitthvað vesen og ringir USA í Bieber. Egil, nú ert þú að skýta, þetta er stór minnskilningur. Ég hata ekki Bieberinn. Langt frá því, ég er a belieber. En sko, hann kann ég útilokaði Kim alveg. Hún reyndi ítrekkaðan álgast en hann svaraði hvorki síman ég skilabóðum. Það var ekki fyrir hann Justin Bieber flög og sagði við Kanye, Já. hey Kanye, nú þarfst þú að hitta konuna hennar. Já, That's what en they got svo them má for. heldur ekki gleyma því að hann náttúrulega er bara mjög lasinn. Hver? Kanye West, Já. þau bara eru það þú veist, hann er heimsfrægur þannig að það er allir vitni af hvað hann er, þú veist, skilur, flestir sem eru svona lasnir, Já. það veit að þeir eru bara lasnir og það er bara verið að díla við það heima hjá þeim, heima hjá því Það var ekki að gera fyrir framann alheiminn. Þetta er bara verið að gera þetta fyrir framann alheimin en ég er ekki alveg viss um hvort að Bieberinn sé eitthvað rosa hetja að hafa verið eitthvað að flækjast inn í þetta mál, er ekki bara Mér finnst það fallegt á honum, vel gert. læknar kannski. Og hann sagðist tengja við þetta Bieber, svona heimsfræð og vera með Hann fór segist glíma við þunglindi sjálfur. Já, Hann lagði á sig ferðalag. já, það verður ekki Til að tekið á. græja þetta. Já, já, Það er ekki að vera heima að chilla, sko. já, hann hefði getið gert það. Það er bara í pottunum með, Já. hvað heitir vitleysingurinn? Patrick Schwarzenegger. Já, þú veist. Herru, Þetta er býttu, Heyrðu, það við var- höfum að ræða það líka. Það er rosalegt dæmi í gangi með Patrick Schwarzenegger. Þetta voru þetta ekki kærustu par sem er í sambandi við hann út af einhverjum hundi. Jú, það er fólk hérna úti kærustu par, íslenskt, sem Já. er með hund og hundurinn er með Instagram síðu Já. og hann er því hann er sætur og skemmtilegur og svona og þau fá skilabóð frá Patrick Schwarzenegger Sem að væri, ég held að það viti enginn hver þetta er. Þetta er bara því að ég ætla alltaf að væla hann. Já. Það er ekkit merkilegt að fá, en þurfum við ekki að reyna. En hann er samt Ekki með merkilegt. hann er samt, Jú, þú veist, það er hann er merkilegt. Schwarzenegger og hann er með Já, verið og fullt af followers Já, og, reyndar. og hann hefur bara samband og ástæðan fyrir því hann hefur samband er að hann vil fá sér eins hund Hvernig rampar Þetta hann er- inn á einhverja Instagram síðu hjá íslensku Hafið pari? þið séð myndið Það af er hundunum rosalega þegar hann er í- furðu. þegar hann er slópnum með a cup of coffee eða? Nei, ég er ekki að followa hann þetta nobody sko.
Já, hundurinn Þetta geggjum mynd Þannig hann með a cup of coffee í sló Það kemur mér ekki neitt óvart að þessi hundur sem gone viral sko. Ert þú að followa Patrick Schwarzenegger, Egil? Já, ég að followa? Já, hvað er hann með marga á Instagram? Í dag, hvað er með marga followers? Hvað þú giska á Egil? Nei, þetta stendi Ég myndi giska að hann væri með svona max 300-400 Ég er ekki múið að setja hann upp, ég tippa 1,2 M Ég giska á 90 1,4 M Það er hann að pakka ykkur saman Er hann með 1,4 M? Já, það er líka þannig bestu vinur Justin, eins og allir vita Það er sant Hörðu, ok, til að tella þessu hverju follow hann Ok, bara áttu hvað svo mikið baller þér Áskil Kolbins, followar Ok, wow, því líkur baller Jay Cutler, fellow bodybuilder, followar Patrick Engin sem er að hlusta á þáttin veit hverða Timmy Trumpet, eitt besti DJ heimi, followar Patrick Schwarzenegger Gordon Ramsay, followar Patrick Ok, það Schwarzenegger er enda rándist Og Beat Machine, followar Er þetta allir? Þetta er allar stjórnar? Pappas líka, Já, Arnold vantalega pappans að followa hann Og Grant Cardone Entrepreneur Hvað segirðu? Grant Cardone sem er svona entrepreneur, hann followa líka En hvað skilgreinir Patrick Schwarzenegger sem? Leikar eða það? Já, hann er náttúrulega, sko, hann segir actor, investor Já, sko, ég fór Egil á IMDb síðan hans og ég var að mæta inn á núna Hann er en investor, sko Já, hann er bara, það er ekkert í gangi hjá þessu manni, sko Það er bara þannig En eitt sem að verður við ekki að heyra, við hljótum ekki að náð í liði sem á þessu hundasíðu kannski eru það að hlusta núna, ef þau eru að hlusta þá þurfum við að heyra í þeim og fá að ringja í Patrick Schwarzenegger í þættinum. Við reyndum náttúrulega í 6 vikur að reyna að ringja í Toadfish í nágrunum og það var bara ekki hægt. Ég held ekki að hringt í, sko, við þurfum alltaf að host up dollars til að heyra í Patrick. Af hverju? Host up dollars? Akkur svarar hann ekki frítt? Borga fyrir að, hæ? Já, við þurfum að, sko, og hvað rukkar það fyrir að virka þannig? Ef þú hefur samband við celebrity á Instagram og segir, ég var til í útastjöldar, yes, pay. Nei. Jú, hann er virkalífið. Ok, og hvað kostar það heldur? Patrick segir bara, já, það er ekkert máli, sko, leiða bara 10 myndi að spjalla. Já, ok, við hljóttum ekki að borga hana 3.000 skatt sem kostar að fá hann í þáttinn. Hvað kostar þetta? $10 eða? Sko, við þurfum bara að chip in til einhverju vinni mínir, það er ekki svo það sé vesend, sko. En veitu hvað en það væri ekki að hringi hann, sko. Ég fór að hugsa þetta daginn. Af hverju viljum við hringi hann? Hvað var það, erum við að fara, við vorum alltaf. Það er góður punktur. Nei, var það ekki það þarf að undirbúa það viðtal, sko. Nei, ég er spói, út af hverju byrjum við aftur. Það þarf ekki að undirbúa það viðtal. Nei. Þú veist, ég mun líklega freeze, sko. Já. Nú manni hvað við ætlum að tala við þetta sjásvöldum að leiða það. Já, þeir eru svo stressað Ég stressast 100%. Við ætlum alltaf bara að spyrja hann út í bíberinn hvort að hann væri í tómu rugli ekki. Já, hvort þið væri vinir og Síðan fór að flækjast fyrir okkur þessi skýta fyrir Scouts Guides to the Zombie Apocalypse 2015 auka hlutverkið. Þá fórum við að gleyma því að við ætlum að ná í bíberinn. Við vorum ekki að ná í hann. En núna væri ég samt alveg, veist. En getið sagt mér, af hverju náðu við ekki að syngja aftur í Toadfish í nágrunum? Hann átti bara grjót hann að umbósta. Steindi alltaf einhvern veginn að græja Tóri. Ég held að Steindi að við gefast upp svona fljótlega eftir höfnun 2 og 3 svar. Hann er ekki nógu. Stoney er að quitter, það er svolítið hann. Sko, málið það, ég googlaði launin hans, hvað hann er að fá fyrir nágrunna. Já, það var bara eitthvað klink. Og það kom út þannig að hann er, strákar, hann er að fá bara eitthvað 4-5 skall á dag, sko, íslenskar. Þetta var bara, þetta voru bara hrikaleg laun. Ég er ekki að segja, þetta er láglaunasti leikari Stjárnan í nágrunum. Ég googlaði þetta Netverð ég sverða, hann var að fá okkur millir 4 og 5 skall á dag fyrir að leiki þáttunum. Þá er hann búinn að tapa pening bara í einhverju fjárfestingum eða eitthvað. Nei, krakkar í úlingunum fá meira. Nei, þetta var Ég get alveg lofað því, ég veit þú ert að reyna að finna hann er meira en 4 skall á dag. Þetta var vermið. Hann leikir nágrunum. Þetta var vermið frá þættum. Hann er alltaf ráðinn í 20 ár. Og hann getur verið að gera eitthvað annað á henni sæt. En málega er að hann var að fá svona 4.700 kall fyrir þátt. Það er bara stafn á köftunni. Viltu meina að sé ekki til leikar í heiminum á verri launum en Tóri? Nei, það er bara ekki til. Öllum löndum í heiminum. Einhver fræðilegu dýll. Það var staðfest. Hann er ekki góður samning um Tóri. Nei, hann er bara fræðilegu. Hann hefur gett skýta samning þegar hann var krakki. En hvað gáttum við ekki hringt í hann? Hættur við bara Ég fekk post frá Carl Kennedy. Við vorum komin alveg það langt. Þegar hann var að spila úrillu góðrillunni, Carl Kennedy, þetta grái fyrir fram að 16 manns, þá sagði hann að hann gæti redda Tóri fyrir okkur, en hann stóð ekki við það. Nei, anskot. En við viljum að reyna, ef einhver þekkir þetta, hvað heitir þessu hundasíða? Ég skal fara í Patrik, þú fyrir Tóri, hvernig þú í blöð?
Eitthvað celebrity Það er gaman að taka spjall við hérna í Ef hún fyrir kefni Hver reddar viðtali fyrst? Það er bara að okkur fer ekki Bíberinn bara Nei, ég skal reyna Það er of stór fiskur Bíberinn, Já, það er ekki glæta, hvað heldur ég Við getum ekki fengið sko Ryan Mahoney eða hvað sem hann heitir hann þessi vittlisingur í nágrunum og svo bara ringi Bíber Hann getur keft sér eitt lítinn shake eftir vinnudaginn sko Það er það sem hann getur gert Rosalega liðlega laun sko Ok, ég skal finna eitthvað Ég skal reyna að ná einhverju góð Ég er með Ryan og Egil, hann ætla að henda sér í Patrick Hvað heitir þessu hundasíða? Instagram síðan Já, þannig að ef það er einhver að hlusta núna sem þekki þau þá þurfum við aðeins að heyri í þeim Við þurfum hjálp Happy En byrju, þau eru ekki til síman hjá honum Nei, en þau geta sendt honum Já, það eru Íslandingar hérna sem eru út af samt það var mikið áhuga að heyri er það í lagi Heyrðu, varðandi hunda Látum þau segja að við séum með svona hund Já, og vitum allt um hann Já, og þá fá hann í loftið og svo tölum við með Þetta heitir Happy Dog Hugo Já Og þetta er eitthvað mest að krútt raskat sem vöðungin hefur séð sko Krútt raskat Ástæði séð að hann er internet sensation sko Þetta er rosalega myndir á þessum hund En Egil, það sætar en perla sem ég voru ofta að passa Já, ég til að pakkar En Egil, hvernig finnst þér það plan? Þú má sjá plan? þegar hann leggja sig og með yfir öndum að hann sé offline hann er svoandi, þú sjá það? Þú sjá þetta? Það er rosalegt Það er að leggja sig Reynda skarra og setja sína okkur einhvern hundi eða þú ert að sína okkur Matthew McConaughey kynna Geta ekki fara að græða á þessum hundi? Varst að hlusta á planu okkur Egil Þú voru að senda á þetta fólk og segja þeim að þú sett með svona hund Já Nei, við ljúum ekki að þeim Við látum að þau ljúa að Patrick Fyrir okkur Á ég að fara að ljúa vinið minnum Patrick sem bara að followa Instagram Þú varst að segja þú gætir ekki svo tala við hann Já, síðan á ég að ljúa hann Þetta er eins og mammans Forrest Gump sagði It's just a little white lie Skiptir ekki máli sko Við erum bara að reyna að fá hann Það var með bortennisbaðan sem hann notaði ekki sko Skiptir little white lies og mamma segir it doesn't matter Þið veitir hvað gerist ef hann kemur í loftið Þá fáum við beint í æð rétt svar hvort að Bíberinn sé í tómu rugli Leynineyslu Þú ætlar að ræða það Ég spurði að Patrik, hvað er upp á þessu one-liner pappa eins? Já, það er mjög góð spurning Það er örgulega, Herðu, ég er bara að missa hann Arnold var að fá sér hund skýrði hann Dutch eftir karakterinu sínum í Predators Já, og hann var Dylan Son of a bitch Þetta er það gott Ég vil læra gott Þetta er betra aðtrið í kvikmynda söguna handshake Það er rosalegt Þetta er svona Dutch hittust fyrst getið í langa tíma Já, eftir búin að vera mikið á skrifstofunni See, I get booked too many pencils Má ég klára slúðrið? Ég á heitt móla þetta eftir Hann er kannski ekkert Þetta er á lógiðslegu móli Pæli fólki sem er að Ég var búin að gleyma að við varum að tala í útvarpinu Pæli fólk sem er að keira hérna og hlusta á þetta Tala um einhverja hunda og Patrick Schwarzenegger og blíjanda Það veit enginn hver Patrick Schwarzenegger er Megan Fox, þið þekki hana Já Hún náttúrulega sparkaði mínu manni Brian Austin Green, David úr Beverly Hills 90210 sem var skelltur fyrir okkur Var það þinn maður? Beverly Hills aðdáendur, já, topp maður Hann var David, það ekki? Akkur er þetta að þessi topp maður Bara Mér finnst það lítið út frá að vera frekar mikil dús Nei, hann er góður Hann er svolítið hérna, þetta er hugulegu drákur Brian Austin Green Það veist mér líka, ég veit ekki hvað steindi er að bulla En hún er komin í einhver og það er rapparinn Machine Gun Kelly sem er held ég bara frægur fyrir að lendi í bífi við Eminem hann á sínum tíma og hann reyndar hann að leika í einhverju bíómyndum og eitthvað og hann er þekktur í Bandaríkjunum, hann er ekki þekktur í Íslandi, ég held að segja margir sveiti hvað það en sko, hún var að opna sig núna í viðtali að þau eru ekki sálufélagar heldur eru þau tvíburasális og tvíburasáli þegar að sálinn hefur komist á nóga hátt tilverusti til hún getur skipt sér í tvo ólíka líkama á sama stað við erum því tveir helmingar ok, Megan Fox er sett búin að við erum því tveir helmingar sömu sálarinnar hvað minn góður hún fann það strax þegar þau hittust þannig að þau eru ekki soulmates heldur tvíburasális og hvað var hún að skrifa hennar viðbjóðun á Facebook eða? Nei, hún var að segja þetta í viðtali Æ, viðstu að veistu hvað, ég nenni ekki eins að byrja að tala um þetta með þetta fyrir svo við töðunar mér ég þól ekki svona Þú ert ekki svona romantískur Nei, þú veist, þetta er ekki eins og romantísk þetta er bara hvaða kjafta ég skil ekki orðað að segja þú getur lesið fyrir mig 20 sinni, ég get ekki sagt það eru tvíburasálir þannig að þegar þau komu á sínum tími heiminn þá voru þau ein sál en hún skiptist í tvent og eru komið saman aftur núna Akkur getur hún ekki sagt bara, herru, ég er bara komið nýjan gaur og við erum að bonda hérna og við erum að fíla hvort annað og það er bara stuð og stemning Akkur þarf alltaf að ganga svona langt með allt þetta er óþolandi bara þó að þú skilir þetta ekki Steindi þá eru kannski einhverju
aðrir að núti sem eru svona alvöru ástofnum. Já, svona tvíburasálir. Já, margar ég reyndar ekki að ég get ekki bakkað þetta upp, mér finnst þetta viðbjöð. Það sé hann skildu þegar að fá líða á. Ég get lofað ykkur í. Eru þið Sigrún, eru þið tvíburasálir stendi? Þetta er ógislegt að segja svolítið. Ég get lofað ykkur því að Megan Fox og okkar maður Kelly þau verða skilin eftir svona max 8 vikur. Já, það er ekki örugt í þessu lífi. Þetta samband minn ekki endast. Hann er neyslukall líka sko. Nei, og hvað, myndur þú vilja byrja með sjálfu hvort þið er? Já, hún er líka alveg way out of his league sko. Þú veist, hann er svona. En hún var náttúrulega með Brian Austin Green í eitthvað 15 ár. Hún var way out of his league sko. Ég veit, þú veist, hún er svolítið með gæjum sem eru neðri deildum sko. Þetta er bara aldrei endast. Það er bara, ef Megan Fox er að hlusta því miður 6 vikur max. Ég gef þessu ár. Ég er endar, sko, ef ég var að taka bett við ykkur eða ykkur hlustanda myndi setja 2 ára á þetta bett og það er mjög klárt. Ég ætla að henda bara 6 vikum á þetta. Þetta er bara að því að leið og droppa tvíburasálum þá er þetta dögt. Þau veit alveg reglunar, leið og fólk fyrir að gasbúrtum allt hvað er hamingjusamt, þá er bara kortir í skilnaðin sko. Það er eitthvað til í. Við skuldum auglýsingar og svo er splunkunýr dagskráraliður hér strax eftir auglýsingar. Hversu graður er Sóli Hólm? Hlaðvarp FM 95 Blö. Löngu staðfesta við eigum bestu hlustendur í heimi en það var bara að vera að staðfesta enn og aftur því að það er búið að hafa samband við okkur á Instagram og við erum komin í samband við eigendur Hugo og þau búa í Bandaríkjunum og hún er til í að heyra í okkur og ætlar að hjálpa okkur að heyra í Patrick Schwarzenegger. Ég hef ekki segja veiða Patrick Schwarzenegger, fá flugu í vefin. Já, sko, eiginlega meina að kosti að tala það sem er mest að kæfta sig. Vanalega kostar á þetta, hann er hot celebrity. En ef við getum farið bak til að meina að hún segir, hörðu, hérna hundurinn, hvað er númerið það Patrick? Mjess, við hingjum. Það eru gaurar hérna á Íslandi, Takk fyrir þetta, heyra. Þannig að það var að koma kolpur, heyrðu bara í. Ég er bara að segja, Patrik, við erum með hundinina með og síðan bara eskuleitu við yfir í one-linera á Bieberinn og þegar hann var í pottinu með hana með kampavinu og Bieber og það er að velta öllu steinum. Já, ég meina máli er að þú vilt meina að hann hafi actually verið hérna á efrihæðinni þegar Bieberinn var að hjólabretti niðri. Ég vil meina að þetta hafi verið í alltöru húsi og þetta hafi bara verið eitthvað kæftæði. Getur hvað skrifa hann áttur? Það var að segja hann að halda kæftæði. Það er ekki með sér læti eitthvað. Ég er að slaka á efrihæðinni í þínum nuttpotti sem þú átt Bieber. Máli er að hann var í einhverju hokki innandir, einhverju bandi með háaða. Það voru ekki vel í Patrik, hann var í pottinu með kampavinn. Hann eftir ekki löst á þetta kjaftaði. Heyrðu strákar, ég var að fá rosalega sendingu hérna, bara sem þetta var að koma hérna fyrir 2 mínútum. Og það sem er dýrast við þetta er að Helgi Gói mætti bara sjálfur. Helgi Gói mætti hérna. Þetta er ekki hvað segir maður samstarfið að spónsa neitt, hann bara mætti hérna með póka fullan af. Það sendi ekki lagertrúð til að skutlast með þetta, hann kom sjálfur. Hann kom sjálfur. Málið er það að við höfum aldrei verið hafið einhvern veginn verið í samstarfi með KFC eða góðu eða eitthvað. Ég þann viti bara að þú býrði þarna sko. Hversu mikið vestlar hann? Svona hángrís. Fyrst að hann er byrjað að mæta þetta í persón. Hann hefur gert þetta einu svona áður. Þá kom reyndar sendill heim til mín með nammikassa og bara í alvörinni? Takk fyrir, já. Er einhver íslendingur sem versla meira á KFC en Steinþór? Ég held ekki. Akkur hendur hann ekki í því einhverjum 10M og þú er bara andlit KFC á Íslandi? Það er Dóri DNA vinnur hans. Það skeit það sko. Ég fullir einhverju DNA þá er steindi andlit KFC. Ég skal bara taka næstu herfer frítt fyrir hann. Ég held það á stað. En það sem er fallegt í þessu, hann hefur bara verið að hugsa til þín, hent fullt að drasli í póka og kyrtingu upp þetta með það. Því líka. Og ég þarf ekki að vera eitthvað á nærbuksunum eitthvað staðar #ad samstarf. Þetta er bara heiðaleg gjöf. Hvað er í þessu póka? Þetta er fullt póki á okkur drasli. Hvað er í þessu? Ég er á leiðin í útilu, ég er að fara að taka eitthvað af þessu. Hvað er í þessu póka? Það er hérna umsla með. Hvað er Casey's umsla? Nei. En að gefa þér pening? Það var reynda geggja. Það var að hlusta og mætti hann alveg komið gas. Það er fyllt að reymar það? Já, það er fyllt að reymar og ykkur nammi og ég er að fara að hlaupa marathónstrákar, þannig að þið megi alveg. Ég tek ekki út í leiðuna. Þú er ekki að fara að hlaupa marathón því að það verður að sjálfsögðu cancelled út af seinni af COVID-19. Já, en sko málið það. Hlaupa með grímu þá. Ef marathónið verður cancelled í ár, þá er ég samt að fara að hlaupa 42 og safna fyrir einstök börn áfram. Það er samt rosa. Það er að hlaupa 42 km. Þú lappaðir ekki viku eftir hálfmarathón, hvernig ætlaði að hlaupa heilt? Vikuna, Þannig að þú verður ekkert í þættinum í 2-3 vikur? Jú, ég læt keira minga. Ekki keira á eftir honum. Á okkur gólbíl með 2 kalda. Þetta er besta hugmynd sem við átt. Ég er ekki að grínast. Nei, það er ekki sér. Við verðum með kalda, tróðfullan gólbíl af bjór og við keyrum með þér og við ætlum að safna í leiðinu fyrir einhver öðru og góðu málefni. Óþólandi verði Móri hliðir á mér
Fílík veistlega verið frá kvartningu. Og hvað ætlaði að safna fyrir eitthvað líka? Já, Nei. ef að við keyrum heilt marathon og eftir steinda. Auðvitað styrkið frekar hérna söfnununa mína einstök börn. Okay, En þið megið kannski taka 10 metra. Þið eru ekki að fara að keyra eftir með marga kilometra. Ég lofa að við erum að gera. Það gengur ekki. Nei, það gengur ekki. Það er ekki. Og það verður live á Instagram. Nei, næsta topic. Já, næsta topic er hvort myndur frekar. Og svo förum við í nýja dagskrárliðin sem ég veit að fólk býður spennt eftir. En ég er með 3 góðar spurningar fyrir ykkur drengir. Ég er með þetta í dag. Eru þið tilbúinir? Já. Þessi er góð. Hvort myndið frekar, og verið alveg hreinskilnis, hvort myndið frekar bæta 7 cm á nefið á okkur eða taka 7 cm á tippinu á okkur? Býtu, þessi hefur komið áðurlu. Er það? Er eitthvað svipað á? Já, með grunar þessi. Ég held ég að tekja þess áður. 7 á nefið eða Ég finnst það svo góð. En það var kannski öðru sér tölur sko. Ég manna ekki. Já, ok, ég náttúrulega verið búin að vera með þetta 300 sinum. Já, sko Ég ætla að man ekki svarið ykkar. Manni er ekki vel við að fara að taka marga sentimetra félaganum sko. Nei, en hann sést ekki og nefið það er þú bæti 7 cm á það. Þú ert með nokkuð stórt nef fyrir Er ég? Ég er ekki með stórt nef. Ég steindi, þú ert fjarki sko. Hvað þá með 7 cm nefið? Segir þið, ég er ekki fjarki. Hvað færa hann í tvist? Já, þú ert ekki bætir hann á nefið. Þú ert en actor. Akkurat núna Það er bara að leika gósa. Þegar ég er með möllettin og yfirvaraskeggið þá er fólk að tala um að ég sé að keyra mig upp hratt upp í 8,5. Þú ert reynda með mjög sexy yfirvaraskegg 8,5 með skeggið. En myndir þið setja frekar á nefið? Já, ég myndi setja frekar á nefið. Ég er að reyna að hugsa hversu mikið. Þetta eru 7. Þú verður. Já. Gæt maður ekki. Nei, annarkvæmt setur þú 7 cm. Þess að ég hef ekki verið með þetta áður. Ég ætti að vera að tala um að dæla á mig. 7 cm. Ef ég tæki 3 á nefið þá myndi ég missa. Nei, ég hef verið með svoleiði spurningu. Nú er ég að spyrja bara hvort myndir þú frekar setja 7 cm á nefið þær eða taka af félagann. Þú basically sko, þú far aldrei vinnu, far aldrei aftur, bara hvergi. Nei, jú. Kannski að svara símakstar. 7 cm, það er helviti. 7 cm er slatti og setur það beint á nefið það maður. Ég er a professional male model. Þannig að taktu það penisnum og áfram með lífið. Ég get ekki verið að setja það á nefið á mér sko. Hvað ertu með nóg til að það niður? Hvernig ég var að posta myndum á Instagram með hvað er stótt fokkin nef? Já, ég minna þú veist. Var það svo klán? Nei. Reynda getur maður kannski editað með einhverju fórriti þegar ég komið upp fyrir allt svona. Þannig að þú er mestar áhyggjur af Instagraminu eða þú ert að setja á nefið það. Já, lífið snýst þetta á Instagram sko. Instagram, hann var tilbúin að borga, hvað var það, 1 milljón á mánuði til þess að sleppa því að tapa því. Það var eitthvað surrealísku Ég hugsi myndi setja þetta á andlitið á mér. Ég má ekki við að fara að missa ykkur 7 cm þetta niður, það er bara vesen. Ég keyri þetta niður. Ertu að meina að verði ekkert eftir eða þú tekur 7? Nei, þú veist, það er bara ekki falleg sjón sko. Nei, hann er graður sko. Það tengist bara hluti neitt. Hann er sko alltaf hlæja þessu. Erum við tæpir í þroska eða? Já, það er bara eitthvað gals alltaf. Við erum allir misþroska sko. Herru, þá er næsta, talandi um þroska. Hvort myndið frekar fá það fyrir fram á foreldrar ykkar einu sinni eða ekki bað ykkur í 1 ár? Við minn almáttur. Þetta er ógæslega spurning. Kannski ekki ógæslega þetta, það er top 5. En hvernig máttu samt vera bara í buxum, skilur? Já. Ertu bara þú máttu vera í buxum, þú þarf bara að fá fullnæðinguna. Já. En mér að stömi geta bara sýnt engin sviprið við það, veist. Erst þú þannig? Ég veit það ekki. Ég bara er að hugsa upp átt, skilur. Getið við bara setja bara í getið verið kraftgala. Nei, þú ert að vera í nýþröngum gallabuxum. Þetta er rosalega misjant, eins og ég segir. Sumir geta bara tekið þetta svolítið á kassan, engin sviprið, engin hljóð, bara robotstæl og svo getur það verið eins og Dóri Díana, öskra og vakið allt hverfið. Já, eins og nákvæmlega menn sem böðu fyrir neðan mig í böðokar sínum tíma félagið minn, sem heyrðast alltaf vel í að ómaðum allt hverfið. Er sá nákvæmlega, er hann í besta podcasti landsins? Hann er mögulega í podcasti. Í Dr. Fútból. Ég get ekki og heitir ekki Mike og heitir ekki Hjöbbi. Hann er kannski í podcast. En þú veist það heyrðist við, hann lætur heyra vel í sig. Þannig ef það væri til dæmis, veist, ef ég væri þannig, þá var þetta rosalega vont atriði, mjög vont atriði. DNA maðurinn er með honum að það. Það? En ok, við þurfum ekki að vera að ræða hvað aðrir eru að öskra hérna, drengir. Hvað segir þið? Hvort takk ég? Ég baða mig sko, ég baða sér heilt ár, þú veist hvernig verður staðan á manni. Ógeðsleg. Já, þú veist, reynda þú æfir aldrei en þú samt, þú veist. En ég er að geima. Já, bara við því að labba 2 tröppur er svo æfing sko. En þú veist, ég æfi, ég spila töluleikir, ég æfi rafíþróttir. Góður, ekki byrja. Það er búið að vera gaman hérna, sko, ekki freyðilega. I'm a professional gamer, rafíþróttir. Já, af því að maður með einhverjum Jordan Messi, sko. Ég reykja ykkur meistari, ég streymi, I'm a professional gamer. Já, það er ekki æfing.
En þú veist að þessi gamers eru alltaf svo sveittir. Þau þurfa að sturta sig sko. Já, sjálfsögðu, maður svitnar rosalega við að spila. Þannig þetta er frekar að taka hitt. Ef þetta er ekki eitthvað ógi og þetta er ekki með eitthvað tristing hérna, þú veist bara setur eitthvað starf í gallabuxum. Getur þú verið með eitthvað þá, þú veist, þú þarfst að vera að fróa þetta bara? Nei, bara, veist. Ná fullnæðingu bara. Já, þannig að ég tek það. Og hvernig myndir þú fá hana bara á þess að gera neitt? Ég veit ekki hvað þú gerist endi. Mind control. Nei, ég er að segja. Nei, einbyttaður. Mind control? Hvað meinar þú? Veist ekki hvað það er? Varst aldrei 12-13 ára að horfa á Beverly Hills og bara, veist. Ég er 36 ára gammal. Hvað heldur ég sé að fara að loka augunum og fá það? Glimtu pælingunum. Ég myndi taka þetta. Ég myndi bara býta í neðri vöruna. Já, taka það. Og horfa fast í augun á pappa mínum og segja bara Sorry, við klárum þetta saman félag. Ég held að flesti tækja það. Þá er það síðasta spurning og ég byrja á þér Egill, hvort myndir frekar sofa hjá mér eða Steinda ef þú verður þér? Já, takk. Ok, þetta skemmtilega hvað að svara er hratt að þig og voru ekki að vera að velta ykkur steinu með það. Hvað fyrir vildur ekki velta steinu? Ég veit ekki okkur mér fannst það svona pínur hrós bara átt þetta var óþægilegt. Finnst þið svo ljótur? Það er bara vesen. Það er orðið vesen. Mér finnst þú ekki ljótur sko. Nú þurfum við bara að fara yfir stöðuna. Takk fyrir þetta, ég fíla það. Þú ert ekki ljótur. Þú ert fjarki. Þú hefur fjarki er að vera ljótur. Hvað er að ljótur? Meðal. Já, hvað meina að vera tvistur? Það er bara að vera einhver eldgamall hárréttur bara. Steinþór sem er nýkomin í jakkafötin bara greiða til hliðar með yfirvaraskegg og er að veipa. Það er með sexy Steinþór, veist mér sko. Að vera að veipa. En í vestinu sínu. Það er annar mál. Maður skoða það. Ég var reynda búin að lofa ykkur búðareigundum að hætta ræða vestu. Ég vil ekki bara sleppa því. Ég var bara blöðarann og því að hann er eina. Hann er 7% Ég ætla að segja þér alveg bara þetta er true story. Það eru 2 búðareigundur sem eiga bara svona flottar fatabúðir í bænum. Búin að hafa samband við mig og segja please hættið að tala vestum. Já, ég tengi það líka. Sala á vestum er búin að hrynja og nú er ég ekkert að grípa. Það sem alltaf tala svo illu vesti. Þið, ég er í tím vesti. Ég vil aldrei tala illu vesti, ég er bara með unofficial könnun. Unofficial, þetta er bara álit, þitt álit. Það ég sá bara, þú veist að hands to catch a bird og það hitta gæja svo í vest og síðan varst í vestundaginn, ég bara vistið út um. Já, annokkuð maður í vesti. Herru, hver á spurningi, tengdu þú vesti? Nei, Egill er búin að svara hvort myndir þú svo að mér eða Agli. Já, þér líka. Takk fyrir það, drengir. Það er eitthvað endalóka að renna inn í mér. Var þetta hefnibróti á Steinda hana? Þú veit það bannalegt í átum. Hér er Valdimar yfir borgina og svo förum við í nýja dagskrálið. Komment sem ég heilt á Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 en já, við erum ekki í beinni útsendingu núna því að við Egill erum komnir hingað inn í klefan góða og erum að fara í símtal. Við lofum nýjum dagskrárliðum eftir sumarfrí og ég veit ekki með hennan liðin Egill, það er eitthvað sem segir mér að mér ekki líflangur en mér líst ágætla á hann. Ekki með þessu attúti. Nei, reyndar ekki. Ég er þetta að vera einn af svona eftir 12 ár verður fólk að tala um þennan dagskrálið sem svona virtast þetta dagskrálið fyrir 95 Blöð. Held ég. Heldur þetta endist ætla hann svari oftar enn einu sinni? Það er eiginlega bara svona stærsta spurningin í. Reyndar, þetta er good point. En útskýrðu, hvað þessu dagskrálið heitir hversu graður er Sóli Hólm? Nei, hvað heitir þetta? Já, sko, bara svona, ég eftir að nafni getur verið, hversu graður er Sóli Hólm, hvernig verður helgin, verður helgin góð hjá Íslendingum, konseptið er sko, eins og allir veit að ég horf alltaf á þróttaramerkið en þeim mætum minna félagarnir og ef það er sunshine á því þá veit ég að það verður frábært þáttu framöndan og sko Sóli er svona margótt sagt mér í þau spjöldu saman félagarnir að hann er ekkert eðlilega graður sko. Það hringir í mig bara það er alltaf föstudagur sem hann segir. Já, bara hringist, það kemur einhverjum call Sóli og ef ég er með að client í sportasunu þá segir ég bara konan að hingra þess og ég vil aldrei missa af símtalinu sko. Nei, og er hann þá bara útskýra fyrir hversu graður? Já, bara, þú veist, en málega, þetta er geggjur símtöl, færum þau yfir í þáttin. Já, því að þú vilt meina því graðari sem, þú varst að útskýra þetta fyrir mér aðan, að því graðari sem Sóli er því betri velur helgin. Þetta er aldrei líka. Það er aldrei sagt um mig, ég er nýja þetta
og ég hef aldrei ekki átt geggjaða helgi. Þannig Síðan daginn átt hann einhver slæmanda, var ekki nema einhver 5 slök helgi. Já, þannig að þetta er að virka. Þetta er eitthvað til í þessu. En til þess að þjóðin fá að fylgjast með þessu, þá færu það bara við þáttinn. Það verður eitthvað persónuleg símtölu mín og hófaður. Það er bara múndan svarið, annars ef hann svarar ekki samt, það er eini gallin við liðin og þá er liðurinn dauður. Ég held að þessi málum með Sóla, hann svarar. Blessaður. Hvað segir kóngurinn? Góðu bara þá. Bara, ég hef ekki verið betri. Bara eins og glænýr. Nákvæmlega. Hvað er að gera? Herði, ég bara er á röltinni hérna, við bæinn. Hún bara í cardio. Hvað er í cardio? Það er bara vagnin. Hörðu, ég ætlaði bara að heyri þér út af því að við erum að byrja með nýjan dagskálið hérna. Við félagarnir, ég fyrir 95 blöð. Já. Glænýjan dagskálið og þú ert einmitt með the great honor að vera með í þeim dagskálið. Ok. Og sem virkaði þess þannig að, sko, þú segir okkur bara skalum 1 til 10, það er gott að fá alltaf a number, hversu graður þú ert og Nei, það er ekki, verð ég einhverju einustu viku í þessu dagskálið. Ég hef 0 áhuga á að vera partur af þessum dagskálið. 0. Þú getur gleymt því að ég muni svara þessari spurningu. Reyndar er áhuga að þú sko loks að spurja mig. Þú hefur búin að ljúga upp á mig vikum saman og hafið heyrt í mér og tekið grettu stöðutekka á mér. Nú ertu fyrst að allavega heyri í mig, ég gæði það sko. Jesús almáttur, já, bara hefur við náðum svo bara eftir viku. Ekki til að vera bara aftur. En þetta hefur hann ekki verið að spyrja þig, Sóli? Hæ? Sælunur. Sælir. Hefur hann ekkert verið að spyrja þig, hversu graður þú ert það? Þú veist það, ég hef aldrei gert það. Sko, þetta er bara hæðilegu titill og það er ótrúlega að fólk farið að það er bara einhverju úrlingar þarna að garga á mig sko. Sko málið er ég er með álur metna, ég veit semst þetta svona 5 til 6 ára af þessum dagskálið að sko Íslendingar stilli alltaf inn að fyrir 9 blöð, heyra bara hversu graður Sóli er og vita okkur að helgi verið frábærið að slæm. Skilur þú hvað við? Nei, bara það veið svo viðspóðum bara. Sko, Egill vil meina það hefur aldrei klikkað að því graðar sem þú ert, því betri verður helgin. Þannig að við erum að vona á sért hári í dag. Það var aldrei klikkað. Þannig að sko, mjög við veðri í dag, þá er ég bara alveg döður, sko. Og það er bara, þá er ekkert að frétta. En hversu graður ertu núna? Það er ekki þróttaramerki, sko. Hversu graður ertu núna, 1 til 10? Byrjum ég bara hafði kjátt, ég er ekki bara að svara höfðu. Og þú er aldrei vilja að taka þá. Ég bara skil ekki eftir ég er ekki komin á hann stað. Hvað gerði ég til þess að komast á hann stað? Ég er alveg að tala, ég er bara á ekkert erindi þetta. Ég er ekki einu sinni og ég er í mestalagi topp 4 og þá er þessi bara maður sem sagði að það væri að þú bara verður ekki skilja það. Það er til miklu, sko, ég get ekki sagt þetta orð. Graðir þróttarar? Já, miklu. Máli, ég hef oft talað í bjöllin. Það er topp 4, en þetta er bara fáránlegt, í alvöru. Það er ótrúlegasta fólk, það er að tala um bara kalla þig. En málið er, sko, í Skeri 50 var ég með nokkað þróttar, ja, með Ceres 4, bjöllin og þig. Og ég ræddi þetta mjög lengi við Ceres og líka bjöllin og þeir sögðu bara, þú veist, jú, við erum alveg vel graðir, sko, en við eigum bara ekki breyki í kóngin Sóla. Þeir sögðu þetta. Það var ekki það sem að fólkningu sagði, sko. Þeir er ekki breykið? Það er bara alls ekki. Ég ætla ekki að fara eitthvað að koma honum í einhverju stöðu til að berga sjálfur mér, en þetta er bara ekki það sem að sagði, þú bara ljúga enn einu sinni. Eina sem er vond núna. Ég er engan áhuga að vera þáttakandi í þessu. Það er nefnilega sem að mér er sleðilt að heyra því að þetta var eini nýi dagskráliðin sem að Egill kom með úr sumarfríinu. Það var dagskráliðin hversu graður er Sóli. Sko, hann hefur getað svarað í hingað til áður að tala um mig. Hann hefur bara gert það áfram. Takk fyrir að taka þátt í nýja dagskráliðinum okkar, Sóli, og ég laka til að heyri næsta föstudag. Ok, býtu við, hvernig tók ég þátt í honum? Takk fyrir okkur, Sóli, það var gaman að heyri þér og nú vitum við, þú ert ekki graður. Við heyrim í þér eftir viku. Við heyrim í þér eftir viku. Nei, ég er að fara að bóka núverðin eitthvað allra. Sko, hann vildi ekki gefa upp tölu.
En þú heyrðir á honum, þú er oftast getað svona Já, ég heyrði, hann var 7-8 Já, ok. hann var nætti reyður, sko, oft er sólið við reyður, þá var hann alltaf gráður, sko Já, verður hann gráður og reyður? Já, svolítið svo tett Ok, herru, þá er þetta 7 Mann, þetta verður ágætishelgi Þetta var nýju dagskrálið, hversu gráður er sóli? Hlaðvarp FM 95 Blö. Þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 Oftast, eða undanfærin ár höfum við nú verið á þjóðhátíð í Eyjum á þessum tíma Við áttum að vera stóra stund á morgun. Já, þetta er skellur en við grenjum ekki yfir því Við fáum kannski stóra sviðið á laugadeginum á næsta ári Já, vonandi. ég meina, ég hugsa það, helst þetta ekki bara. Og ekki bara allar að koma næsta ári sem áttu að vera núna Það er, já, ég ætla að ganga það langt að segja, þetta er skemmtilegasta gig sem hún getur fengið held ég. Já, Sem held ég líka, sko, þegar þetta er off í ár það verður alveg ofpeppun þjóðhátíð á næsta ári, sko Ef við værum á þjóðhátíð núna með þáttinn, heldur þú væri komin í það Egill? 100% Já, það held Ég ég fæ líka. mér yfirlt alltaf 2-3 í þættinum En passa samt að það vera ekki að sötur of hratt Ég ætla að hann er goddamn stage á þeim kvöldi, sko Já, Ég vil ekki vera mökkils í það, sko nei Þannig að en skemmtilega að vera í beinni frá þjóðhátíð, við erum alltaf á okkur Já, ég veit horfum yfir sjóinn og með Ocean View hérna félagarnir og Þú ert mjög hrifin af ég Ocean View elska að vera á þjóðhátíð live með þættinum, það er mjög sorgleitt að þetta COVID-rusl Já, og taka Skeiðalega allt. bátsferðina og í alla klettana og vera þar eitthvað að skjóta á sig maður. Þetta er ógeðslega gaman, þú veist að ég hef aldrei skilið fólk sem hefur baunað við þjóðhátíð. Það er fólk sem aldrei farið Það er Ég vil alltaf- allir þessi drullægur þjóðhátíð hefur aldrei farið Þú Nei, ferð nei. einu sinni, þú getur ekki drullægur Nei, og ég nefnilega hefi mitt sko orðið vitna því, svona liðið sem hefur verið að bauna yfir Það er það. svona gaman hana, farðu bara og þegið Svo hef ég mitt séð fólk fara í fyrsta skipti og er bara fokk hvað þetta er gaman maður. En herru, við ætlum ekki að væla við því maður Það er komið að dagskráraliðinum How do you do fellow kids How do you do fellow kids? Herru, Já. þá heimta ég að fá smá trailer. Já, herru, það er trailer á þessu drasli trailer, já. Var hann ekki alltaf Vel gert, langur Stefán. Nei, Mjög bara vel gert gerðu það líka. How do you do, fellow kids? Þetta er komið fínt á þessum trailer Búin að rakka Egil niður fyrir að vera með langa trailer Svo ertu með 2 mínútna sjálfur Já, þetta er ekkert eðlilega aggressiv trailer og það er akkurat málið að þetta er dagskráli sem heitir How do you do fellow kids og unga fólkið það Er aggressivt Það hugsar hræðara við, Já. það snýsir hræðara við og það er með miklu ferskari frasa. Byrju, ég hef svolítið verið að pakka þér saman í þessum Já, dagskráli sko, málið, þú ert ekki eðlilega góð Já, naskur í þessu, þú ert það, þú ert góður í þessu. Takk Mér líður alltaf bara eins og ég, veist eigi ekki break Þannig að Nei. ég reynir minn besta En Ok. ég held sem þú munir pakka mig saman einn dag Já, ég er til í það, ég er keppnismæður Já, herru, þetta eru 5 spurningar eins og alltaf og þetta er allt aðsend. Þetta er allt bara hlustendur sem hafa verið að senda mér þetta gegnum Instagram og ég óska eftir fleiri frösum því að þetta er dagskrálið sem er komið til að vera. Eru gristlíkarnir að dæla á þig? Já, það hefur verið að dæla á mig. Það eru svo margir, sko, sumi frasarna eru bara sem allt ungt fólk notar og sumi frasar eru náttúrulega sjálfgefur og eru bara kannski hjá ákveðnum vinhópum. Yes. Ok. Eru þið klárir? Já. Ok. Þetta hérna, þessi er skemmtilegur. Það er rétt upp hönd, mástu Já, þið þurfa rétt upp að þið erum ekki með bjölluna eins og gamla góða Ég er morgunútgáfu. hægar en bjóð, sko, hann er alltaf snækjurni Ok, hvað þýðir frasinn Ópos? Ópos. Og frasinn pos Hann var rétt upp hönd, þannig að þú voru að svara Egil Old piece of shit Það er hálfskotinsson Old piece of shit Ég var að fara að segja frasinn pos hefur komið áður eins og þjóðin Piece of shit. En máttu ekki lifta upp sem höndina? er þess að piece of shit en hvað þýðir jú, auðvitað Gott Þannig að stig þar. Það er pos og svo er það ópos Þannig að við erum allir ópás Já, við erum ópos í þessum Ó, geira svo gott að koma stein yfir því að ég er underdog hérna. eins og Ditti Fel sagði, við höfum verið í þessum geira síðan þau yngstu var að leira Rándýrt Þetta var rándýr frasi. Herru, Já. svo er það spurning 2 Já, ég er að snegra og já, þú þarfst að vera aðeins snegri Ok. Þessi, sko, þegar ég fekk þennan sendan þá, það var Fanna Sigur sem sendi verði. Ég ætla að fara að neymdropa fólki sem sendir Já, ekki að sé það og þá, ég ætla að taka þennan næst þetta King Fannar að koma með þetta Já, þegar hann sendi þetta, hann heitir Gunnar Friðgeir, hann sendi með þennan og ég vissi þetta Ok. Ég með grunnar að þið viti þetta er keppni hvora undan að hendu upp hendi Það er svolítið Ok. Hvað þýðir frasinn krunk, að krunka? Það Það er eiginlega einu og svo aftur Það er þú átt að kúka og runga þar at the same Já, time það er hár rétt hjá þér Sko til sjálf Það ég er hár var rétt hjá þér Má ég að pakka
Þetta pakka mig saman, ég vissi þetta. Hvernig vissir þetta ekki þetta? Ég vissi þetta, hann var bara sneggur með hendina maður. Hann hikaði, blöð frá hálfu hendinu upp og þetta var, nú er gott að video inninni. Þetta var slow motion aðeins. Blöð frá hálfu upp, hesitated, fóð niður og þá vöðvikinn, boom, beittu. Ég ætla að beðast afsökunar ef það er fjölskyldufólk á ferðinni þetta er náttúrulega, og margt af þessu viðbjóður, en þetta er aðsett. En ég þurfti að segja hvað það var. Sko, ég verða ná næsta. Ég gæti ekki orðað þetta pent, sko, til miður. Auðvitað, þú gætir tekið næsta stiga því að þessi móli er þig. Þessar gaman Það eru 2 spurningar þig, Öti. Það er rosalega. Blöndal og frasinn, þetta er ekki flókið, hann hljómar svona, hvað þýðir frasinn að vera korter í auða? Auðun Blöndal. Og setja að vera sköllóttur. Það er hárið eftir að vera sköllóttur. Ég tek þetta stig, það er alveg sama. Það er að missa hárið, það er aftur, það er fann að sigur sem þetta þennan líka. Korter í Auðun Blöndal? Það er að vera sköllóttur. Já, hans vinópir, hann sagði þetta. Hættið með þennan. Að vera korter í auða. Það er að hárið sem fara, og það missa hárið. Það kom ímislegt í greina þarna, það var í korter og var að fara dætt í blackout kannski eða eitthvað, en ég ákvað að taka sköllóttan. Þú hendir á hárið. Er þetta bara öllu unga fólki í Íslandi? Nei, þetta er eitthvað einn vinahópur þarna. Já, sko, þetta var einn vinahópur. Það er rosalegt. En það er ein hérna á eftir sem bókstaflega allir úlingar nota og það er líka um auðvitað, ég ætla að enda á henni. Það er 2-1. Það er 2-1 og þá er það, nei, ég fer bara í eina á milli hérna. Hvað þýðir frasinn þess? Og hann er mikið notaður á unga fólkinu. Hvernig er það? Þess. Þotni S. Já, og ég get gefið ykkur örlítið dæmi. Bara svona, þú veist, segjum að Auði, þú ert að fara í útilegu eftir. Þú ert að fara að hitta æskuvinni frá Söðurkróki. Þeir eru að fara í útilegu. Og ég segi, Auði, hvað ertu bara að fara okkur húsbíl og ertu að fara bara í útilegu? Þess. Þess. Egill Einarsson. Það er svoleiðis. Það er sko Hvernig getur þið svona tómur maður? Á rétt, já. Það breyskir sér þunnur. Það er svoleiðis. Yes. Pæli í stöðu. Veitu, þannig ég get ekki jafna, það er bara einn eftir. Þetta ertu opos. Er ég að fara ná minn annar sigur? Pæli í því, sko, það er þess. Pós, þetta er svo þægilegt, Gucci. Sko, greiðslíkarnir, þeir nenni ekki að tala, þau styrta. Já, svo er það bara emojis og eitthvað. En hvað er síðast? Ég ætla að reyna að bjarga mér á skattinu. Síðast að þú getur bergara eins og þetta eru bókstaflega allir úlingar að nota í dag. Allir, hann tók það fram. Og hvað þýðir frasinn að taka góðan blöð? Taka góðan blöð? Ói, nú er ég bara stressaður að heyra hvað það er. Það er Egill Einarsson. Taka góða skitu. Það er hárið eftir það. Það er blöðpúp. Guðmi, góðu hvað þetta er leðilegt maður. Shit, hvað þetta er leðilegt. Og það kallaði púp í dæli. Herri, já. Að taka góðan blöð. Þessi frasi verður að go viral. Herri, það er Egill Einarsson sem tók þetta 4-1. Ég hef bara gefið honum það. Hann átti þetta skilið í dag. Egill Einarsson. Við skuldum auglýsingar og já, svo er spurningi hérna Gils er hans. Ég er rétt handa við hotnið. Hlaðvar FM 95 Blö. Splungun nýtt og þetta er Dala Draumur. Það er svona peppandi lag. Já, þetta er rosalega. Þetta minnir mig smá á smá Bjartmar í. Já, ég er engin alki. Og það er smá engin alki og hérna það er Jón Bjarni sem er að gera þetta lag sem er búin að vinna mikið með Arni Kahn. Já, geggja lag, en það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans. Vá. Ég er spenntur hvað tekur þetta í dag. Það er alvöru kvíði núna. Já, þetta var líka svo ógeðslu titill. Þetta er ógeðslu titill. Nei, oft nærður samt að fela þetta með einhverjum fínu titl. Það er bara, já, ég var til að vera besti vinurinn eða eitthvað svona. Þetta er bara, þú veist, þetta er viðbjóður. Það er ekkert sko, þið vitið, svo blöðum við slúðupakkar alltaf hérna og svo við margótt séð að það er ekkert allir sem höndla the rich celebrity lifestyle. Nei, en það er bara ekkert svoleiðis á Íslandi sko. Já, maður hefur nú alveg séð eitt og eitt svona Íslands celeb sem er svona að fara að springa og svo eitthvað með einn svona. Við tökum ekki dæmi, það er nokkri, jú. Nei, ok. En sko, Steindiveikt trailer á hann, þú ert ekki verið að gera upp á milli. Ekki bara The Godfather trailer, en fyrirlegin fara ekki trailer. Er það staðana? Ég man ekki eins og hvernig er trailerin á sér drasli. Do you have a question? Do you have a problem? I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch!
you son of a bitch! Já Það var þetta stutt í dag Já, heyrðu, það er engin þolinmæði. Spila 1.20 ástæða trailer Það var bara, það var allt komið fram sem að þarf að koma fram. Það er spurt og, nei, þetta er ekki spurt og svara. Það er spurningkeppni Gilsans. Hörðu, það er hérna You have a question and you need an answer with it. Já, sem sagt, sko King of Handling, the rich celebrity lifestyle Sko, vanalega raða ég þessu upp spurningunum. Ég er ekki búin að því af hverju get ég ekki svarað, þannig ég ætla að belja eitthvað random hérna. Ertu alltaf með sólgleru eða derhúu þegar þú fer út í búða vesli matinn til að minna þessa áreiti frá the fans? Nei, ég læt það alveg þessu. Ertu að kóta í einhvern ákveði mann sem vesla á nóttin í hagköp eða? Já, ég meina það. Einhverju gert það, einhverju íslenski þekktir. Já, ég meina það. Trailerin ennþá í gangi bæða og sko. Það er lungu byrjar að spjalla. Djúbill er þetta langur trailer. Það er vel gert. Shit. En sko, nei, það er nei hjá báðum. En fer alltaf bara út aldrei með sólgleru og derhúu eða eitthvað? Nei, ég er oft með, ég er ekkert í dulagerfi. Þú veist að neyverðskegn. Já. En ákveður þið með móttuna til að svona fólk fatti geta sért þú? Ég er bara, alls ekki, er ruglaður. En ég er oft með sólgleru eða derhúu eða bæði. En maður fer ekki. Það er mjög skrítið að fara henni inn í búð. Að vera með sólgleru inn í búð bara gengur ekki. Ok, en derhúu stundum? Ég er oft með derhúu. Inn í búð? Já, ég er oft. Ég hef aldrei séð með derhúu á æðuminni sko. Mér heyri Steindi verið að fá punkt. Hann er svo fræður. Nei, þú ert að, ekki klína með punkt. Ég var að segja, ég er oft með derhúu því að mér finnst bara gaman með derhúu. Og ég er oft líka bara ekki að greiða mér eitthvað. Og ég vil setja með derhúu. En ég er ekki að fela mig. Nei, ok, þú veist, ég hef aldrei séð á æðum með derhúu. En þú ert að segja að Fekk hann punkt eða? Já, ég döðlangar ekki á hann punkt sko. Basically saði já en samt nei eitthvað en þetta er skrítið. Já, þú voru bara að kalla Ertu búin að tapa fárálega mikið að giggum undanfarið en þeir eru basically sama því Buddan finnur ekkert fyrir því? Nei Bara við erum grenjandi við hvern annan. Hvað þetta sé pyrrandi? Já, rétti að við erum búin að tapa mjög mörgum giggum út af COVID-inu. Og núðulegur kvöld. En við erum ekki að væli við því. Við vælum í hver öðrum. En minna, þú veist, þetta er heimsfaraldur. Við tökum þetta bara kassan, svona er þetta. Út með matabóðu kvöld, hvað er í matinn? Núðlur Er þetta punktur á Steinda? Það segja svolítið. Það er matabóða, fólk er að koma heim í kvöld. En ég veit ekki hvað er í matinn. Ég fór ekki í búðina. Ég veit ekki hvað er matinn. Núðlur? Nei, það er ekki núðlur í matabóðu. Hvað, er þetta að segja ég sé ungislega frægur að ríkur að því ég er ekki að búða bara núðlur í matabóðu? Það býður enginn upp á núðlur í matabóðu. Nei, bara að segja, búin að missa mikið að giggum og samt að keiri eitthvað að rondist matabóð. Þetta er ekki það. Það er 2-0 fyrir Steinda. Já, sko, það ætti að vera 2-0. Og það er rosalega mikið að gefa hann punkt nú. Keiri eitthvað rándýrt matabóð. Þetta er bara venjulegt matabóð sko. Bara matur og drikkur. Já, þú veist að flesti væri svona að segja, hörru, strákar, ég var búin að plana matabóðina. En þú veist að það þið niður off. Þú veist að gött giggjur off. Og þeir getur ekki meira saman sko. Það er bara matabóð. 1-0 fyrir Steinþóri. Maður búndur að það. Hefur þessu alvöru superstar verið jafnlegar í engaþóttu? Nei. Í engaþóttu? Þú verður hreinskilin á Bondale? Já, ég er bara alveg hreinskilin. Ég hef aldrei farið í engaþóttu. Og ég blöð, þú varst í engaþóttu? Já, ég var ekki jafnlær. Ég er bara að svara satt hérna, hvaða vill að segja það? Nei, ég vissi þú varst í... Hvað varst í ykkur rugli í þessari þóttu? Nei. Hvað gerði þið þarna? Hvað gerði þið í þessari þóttu? Við flugum. Það er það sem gerir í þóttu. Já, ok, þetta fórum á milli staða. Já, ég maður heyrir sko sögum þess að enga þóttur okkur. Það er ok, það er bara eins og það verið venjulegur flugvill. Bara pantaði drikku og ok? Já. Það hýr alls konar sögur af þessu þóttu. Hvað helst ég að bara setja ykkur lazy-boy og ferðu stundum með your celebrity friends til Atlantic City í gamblingferðir? Já. Skammast mér bara ekkert fyrir það. Jú, ég skammast mér stundum fyrir það, en ekki í dag. Skammast mér þegar ég er á leiðinni heim. Þú er lítið lína. Já, ég sá 2 flugfröðu bara það þurftu að gefa þér faðmlega. Þú varst eitthvað svo asnalegur þarna fram í. Þegar ég flög heim síðast, ég er búin að segja áður einn útvarpinu, þá spurði einn flugfræðið mig í vélinni hvort það væri allt í lagi með mig. Því ég var bara svo sveittur og þrútin og ógeðslu. Var þúnt yfir Blondale þar? Já, mjög svo. Þú tapaði samt ekki miklu pening. Nei, bara drakk 3 eða 4 dagar samfleitt og bara mikið pós eða hvað heitir það, ópós eða hóldís og shit. Og líka í Atlantic City líka sko. Við tókum mánudaginn í fyrsta skipti í síðustu verð. Já, það verður aldrei gerst þetta. Og líka taxin leiðin tilbaka upp á UFO-öll var ekki flottur. Nei, hann var ógeðsluður, hann var að fara í sundur. Ná, hrættur á leiðinni. Þannig ég fekk minn fyrsta punkt, hvað er 2-1 Steinda? Og sko, hefur verið eins og Dan Bilzerian í svítu í Vegas?
Okkur eins og Dan Bilzerian. Hann er oft í svítum Vegas, tók hann bara sér dæmi, hvað celebrity er oft í svítum Vegas? Dan Bilzerian? Ég hef aldrei farið í svítu í Vegas. Blondell? Já, ég hef farið í svítum Vegas. Hvað okkur það ekki óslega fyndið? Hvað er það ykkur? Það var svo mikið til hjá það. Nei, það var ekki ég sem borgaði. Ég ætti ekki að fá punkt, það var ekki ég sem borgaði svítuna sko. Ég geti Það alveg taki lofa bakið bara að hlusta. öllu sem er að hlusta núna á Íslandi ég myndi segja kannski 2 hafa verið á svítu í Vegas. Nei. Það þú ert living the rich celebrity lifestyle Blondell. Ég borgaði ekki svítuna. Nei, ok, vastana samt Hversu ömöld var það? Það var ekki það var í steggjun hjá Jimmy Floyd Hasselbank og eitthvað þriði ríkasti frakki bara borgaði allt sko. Einhver vinnur hans. Það er rosalegt. Áður en þú varst Filthy Rich Egil, hverjir heldur að við séum? Við erum bara að tala, við erum á FM í beinni útsendingu. Hvað heldur við séum bara filthy rich og við séum bara hérna hákur snekkjum eða? Hvað er að gerast þetta? Sko er Logi Bergman mikið að lendi þessu kjafta síðan lendi hérna núna? Þegar hann er getur betur? Nei, hann spil ekki bara venjulega spurningar. Já, leiði hún bara að klára þetta. Sko, áður en þú varst filthy rich and famous stundar þá að elda stelpur í kringlunni vel gráður. Áður var svona ríkur og frægur þetta. Þetta er ekki punktur á mig. Ég hef ekki sagt nei. Þetta er punktur á mig. Veistu hvað það ég var þetta eitthvað hálþunnur hérna í útvarpinu einn daginn og ég ákvað að segja eitthvað frá þessu þegar ég sá hérna eitthvað stelpur sem ég fann sætt hérna þegar ég var einhleipur þegar ég veit ekki hversu gamall ég var það eru sko 15 ár síðan ég veit ekki eins og hver þetta var og eldur hún alltaf kringlu. Ég gerði það ekki. Hún var með bás hún stóð vaktina og eldur hún út í bæi. Já, hún stóð vaktina, ég gæti ekki eldan í kringlunni hún stóð vaktina á básnum og ég fór að tala við hana og ég sé svo eftir að sagt það veit hvað ég sagði? Ég basically sagði eitthvað bara, herru, ég var bara í kringlunni ég sá bara einhverja stelpu, ég fór bara eitthvað að reyna með hana og það er bara núna orðið bara þú veist, heyrðu hvernig hann leggur þetta upp þetta er svo ógeðslegt hvernig hann segir þetta sko eins og ég er bara að elda einhverja stelpu bara ringa eftir ringa á stjörnutöku þetta er ekki þannig, þetta var ekki þannig ég ætti ekki eins og að fá punkt Já, þetta var punktur. Nei, ekki með Mátti ekki taka hana, þú varst búin að segja Já, punktur. en ekki með hvernig spurningin er sett upp Þetta er 3-2 3-2. Ertu það incredibly rich? What? Þetta er svo ógeðslegt. Hvernig þú segir incredible rich Ég er að lesa Þetta er bara við tveir, Ég er að lesa upp úr skjali hérna Svo fyrir utan að hlustandi mig alveg heyra það þú ert langefnaðastar á okkur, þannig ég veit ekki hvað þú ert að bauna Það er incredibly rich and famous að þú græjaðir Kaljó og Ingo Veðuguð á Hotel Rango í Amalét Part 2 Ég seit nei þarna Ég fekk ekki Ingo í Það afmæli. er ekki hvað borgar maður sem þessi getur græjað það Nei, varst þú ekki bara með Ingo í barnaafmælum daginn eða? Það er nú ekki lítið til hjá þér Já, en ég var ekki á Hotel Rango í nokkra nætur En þetta kemur ekkert eitthvað wealth við því að ég þurfti ekkert að borga fyrir það voru að syngja þau komum bara að skemmta sér og gaman 3-3 Dead Tight Já, hvað er loka spurningin í Þetta er þessu? ekkert eðlilega spennandi Maður er bara Þetta er spennandi Já, Áður en þú varst ridiculously hot famous celebrity Býttu þetta ekki alltaf að segja þessi fjarki eða? er þessi bara á mig? eða? tókst þér á einhvern ótrúlegan hátt að rífa niður þið buxurnar sem baðvörður Þetta er 4-3 Steindi er bestur í að höndla það við sinna famous Við vorum búin að ræða að við ætlum að hætta með svindlega þetta Við rættum að Ég held þetta að það væri dill Nei, það var En dýtt ég er með aðra að þetta gæti enda jafntefli Aðra, nei það var búið að ákveða í Mitt okkar þryggja að ganga frá við ætlum að hætta að tala um svindlegaðnar En já, það? ég girti Nei, ég segi nei, ég gerði það ekki Þú sagðir já, ég girti niður. Já, ég hlustaðist Þú sagðir já, ég gisti Ég hef niður aldrei girt niður mig í svindlug Þú veist, nema bara til þess að fara onni hana Áður En varstu hot celebrity Nei. Það er ekkert vesinn eftir hot celebrity En þú gerir þetta sem er impressive Nei, áður hot celebrity ég kynnist konunum minni í svindlug Það er það sem er impressive Þetta var áður og var celebrity Þetta er eins og að tala við bara Það er eins og að tala við stein Hann bara hlustar ekki og skilur ekki neitt Og hvað var loka? Já, áður varst frægasti maður landsins Varstu það einhvern tímann liggjandi á parketti, reiður, gráður og nakin? Nei Herru, það er 4-4 Nei, þetta var Sigur og Steinda og Það er 4-4 Við skuldum þetta Þetta auðvitað varst að því Þú veist Nei, ég var ekkert að því Ha, jú, þú Nei. fróðaður að parketti maður Nei, ég gerði það bara ekki neitt
Hlaðvarp FM 95 Blö. Það fann nú alltaf að kynna þetta lag. Ég er ekki enn komið leið á þessu lagi. Ja, þetta er aðeinslegt lag. Ég man líka eftir, fyrst þetta kom út, þá var þetta bara, þú veist, maður vissi, it's a hit. Nokkur klukktum. Ég sendi Ingo strax skilabóð. Óskáðan til hamingi við hittan. Maður fann það. Geggjalag, í kvöldi gikk. Þjóðfélagi hans er ekkert eðlilega. Já, mjög vel hefnað. Það er eins og það sé eitthvað magic að gerast þegar Ingo og Halldór Gunnar fjallabróðir vinna saman. Þetta eru bæði löginu eftir þá báða. Já, þeir gera þetta saman. Þeir eru bara að gera fleiri lög saman. Gera plötu. En það er komið, við viljum að róa eins þessa vitlausu og komið aðeins svona eiginlega virtasta dagskrálið FM 95 Blö og eini liður sem verið frá upphafi. Er svo íslensk lúður eftir það? Já, svo íslensk lúður. Það er brakandi fest í dag. Það eru sturlaða staðreyndir, eini liður sem fólk lærir eitthvað á. Okkur er svona lítil, það er bara engi bílar á ferð. Það er allir, hann hlaði bara vestlunarhelgi. Það er allir færður úr bænum. Það er bara stappa núna, bara skilur heiða. Varst það ekki verið að reyna að stoppa það? Jú, þú veist, það er einhver tjaldsvæði sem er að fara að henda fólki frá, en fólk náttúrulega er bara að byrja að tjaldin í görðum og hringtorkum og öllu saman með. Það er bara stemning. Herru, eru þið tilbúinir? Já. Fyrsta sturlaða staðurinn dagsins, já það er einn rosaskítur þannig að þið meiri einnig giska hvað það er. Ok, það er ekki fræðilegur endar og þú tar góður í þessu, ok. Bryan Cranston og Aaron Paul lærðu báðir að elda crystal meth fyrir þættina Breaking Bad og kunna það ennþá í dag. Þannig að af hverju anskotan þurftur að læra það, þetta er leika your goddamn movie. Já, það kom sér betur inn í hlutarkei. Það eru ekkert eðlilega þreytt að þú ert alvöru junkie að horfa á Breaking Bad og sérðu að þetta sé eitthvað feiks er að gera. Hvað heldur þú, er það reyðu bara? Já, það er bara fyrir töðunar af einhverjum. Það fyrir töðunar er að þú veist hvernig það á að vera og sér eitthvað kjaftaði. Þetta var gert fyrir alvöru hardcore junkie hana. Það er svo næsta. Adolf Hitler vildi láta sparki sig á meðan hann stundaði kynlíf. Ekki það að vera hans helsti galli en þetta var eitthvað. Hann er svona brjálæslega thirsty, ja. Var hann svona horny? Já, þetta var eitthvað fett í sjánum. Það var allavega tæpur. Já. Næsta, fólk hefur dáið við að kúka og fast, eða semst við að rembast og maður á ekki að rembast við að kúka. Sko, ef þú með þessu stendið þið var oft harlífi. Já, þá er bara ekki þrýsta. Ég fæ ekki oft harlífi. Færðu oft? Ég tippaði bara á að það er típa sem er mikið harlífi. Nei, alls ekki, ég er bara með eðlilegar hæðir en ég skil þetta alveg, því að þú reynir á þig sem og sem stíflaður, þú ert að reyna á þig þá náttúrulega bara getur þú fengið tappa eða hjarta á getur dáið, já, það er bara þannig. Svo er það næsta að þú getur ekki hnerrað í svefni. Sturlu staðrind. Það er svona áhugaverð. Ég fæ hnerru köst, sko, ég hnerra kannski 40 sinnum á mínútu. Já, ekki sofandi. Líklega með ofnæmi, sko. Já, líklega. Býtu. Ég held að það er rétt í Blondale. Ég man ekki það að hnerra. Þegar maður aldrei vakna upp en hnerra það. Greinlega ekki, því að það er ekki hægt. Já, ég sé mjög illa. Hér er einn sem þú ætti eftir að fíla Egill. Rooster McConaughey. Rooster McConaughey. Ekki segja maður til fugglina sem Matthew McConaughey. Nei, þetta er bróður hans. Heitir bróður hans Rooster? Já, bróður hans heitir hann eða? Hann heitir bara Rooster. Rooster McConaughey, bróður Matthew McConaughey, skýrði son sinn Miller Lite og fekk frían bjór frá hann í 1 ár. Það er eitt ár, það er helviti lítið. Það er ekkert eðlilega góð hugmynd. Og skýri krakka en Tuborg Classic product og fær free shit eftir það. Þú veist bara eignast stelpu, Stella eða skilur, fær bara frí að Stella sem eftir þér. Þetta er Tuborg vesen, það er basically ekki að nafn, sko. Já, við erum ennþá það er Classic. Já, við erum ennþá eftir að nefna okkar. Við erum að fara að gera það núna í ágúst, þannig að það er ennþá opið. Reynda að selja nafni Kristall búið til nokkar dollars. Já. Það er ekki vitlaust. Já, það er mjög gott, ég ætla að heyri ölgerni. Mér finnst það líka bara nokkuð flott nafn, Miller Lite. Já, geðveikt. Svo það eru 3 réttir. Já, Finnar fagna einu sinni á ári svefnburkudeginum og sá sem er síðastur að vakna á heimilinu er vakin með vaskusu. Þú kannastu það? Já, það er góðan daginn Blöndal, ég hef verið vakin þannig. Rosa spes. Já, þetta er eitthvað sem hefur ekki komist til Íslands. Þetta er hundleðilegu leikur. Hafið þið farið til Finnlands? Já. Finnland er geggja land. Þú varst vakinn, en hvað er svona gaman að vera í Finnlandi? Mál er að Finnland er bara alveg eins og Íslendingar og bara ekki svona góði með sig. Þeir vita bara að þetta er lítið þjóð og þeir eru bara sáttir og glæðir. Það funkar okkur allstæðir sem ferð og þeir eru bara flotta veitingastað þá er bara metalega undir. Það er alveg geggja land, sko. Mæli með. Heimili Mark Zuckerberg er með svona AI þjónustu og sem heitir Jarvis, basically eins og þú voru að tala hvað heitir þetta? Alexa og allt þetta. En Morgan Freeman er röddinn í húsinu hans. Þannig að allstæðar sem að hann fer og tala við þetta þá er Morgan Freeman að svara honum. Og hann fekk Morgan Freeman bara til að segja öll orð í heiminum og bara púslaði línum og... Já.
Shit Hvað er hann að borga Morgan Freeman fyrir það? Það skiptir ekki máli, hann á svo mikið penning Hann er top 3 eða ekki? Já, geggja, það var röddina Morgan Freeman alltaf Það er peningu vittleysu hann Finnst þér? Mér finnst þetta svalt Það får nota bara Siri eða Alexu eða peningi Morgan Freeman en að spreða peningu vittleysu hann Það er eðla þælur öll að vakna við sann sko Svo er það síðasta Mjög góða bútur Í Sómalíu telst óhappa að borða kartöflu Þannig að það er ekki mikið kartöflur í Sómalíu Það er óhappa Já, boðar bad luck eins og stendur hérna Þá spyr ég Hvað er við svo að kæfta? Elsnögt recap Bryan Cranston og þeir með Breaking Bad Adolf Hitler vil láta sparki sig Fólk hefur dáið að kúka Þú getur ekki hnerrað í svefni Rúst McConaughey skýrði svon sinn Miller Lite Finnar fagna svefnburkudeginum Heimili Mark Zuckerberg með Morgan Freeman og svo í Sómalíu með kartöfluna Ég ætla að segja að sé nú engin rooster sko Eða kannski er rooster en ekki Miller Lite sko Ok, hvað segir þú að segja að Finnar eru ekki með eitthvað svefnburkudag Goddammit Hvoruður eitthvað var með þetta rétt? Spurning hvort einhver hlustandi haft þetta rétt fyrir sér að það er ekkit óhappa í Sómalíu að borða kartöflu en það var hún síðust og ég held þetta væri hrikalega lérætt En náðu ykkur Vel gert að hafa síðast Vel gert að hafa hana síðast sko, maður fattar það ekki Með hana síðast, maður ekki ráð þegar að síðast sé ekki Nei, ég held að þetta fatta Sniður Hlaðvarp FM 95 Blö Það eru Kaleo með Break My Baby hér í FM 95 Blö og já, það er komin tími á dagskrálið sem að hefur ekki verið lengi og heitir Íslenskt slúður Já, það er komið að brakandi fesku íslensku slúðri Það er helviti fest svona beint eftir COVID og beint eftir þannig komin djöfisir setni bylgin en við ætlum ekkert að fara þangað Nei, nefnum ekki að velja því En þessi punktur tengist nú svolítið þessu stöðun í þjóðfélaginu en það er Ásgeir Kolbeinsson Okay. Við ætlum að byrja á honum Hann hefur nú verið í slúðrun áður hér Hann hefur verið í slúðrun áður og sko, já, eins og alþjóð veit þá hefur hann verið svona með líkamshita á heilanum Já, hann var alltaf að mæla eitthvað Já, hann hefur verið að mæla, þú veist að þjóðin mann eftir að notaði sko kjötmæli þegar hann var með matabóð í gamla daga Svo var hann farin að rassamældi frænda sinn sem kom að gisti hjá honum hann á þess að hann vissi að því og var brjálaður Það er elskar líka þetta Já, og svo var hann farin að nota þumalinn á sér en þá var allt vittlust á austur og hann var að skóla hann þumalinn í staupglasi á milli mælinga Hvað er eitthvað nýtt í þessu? Já, sko, mál er að hann er náttúrulega bara eðlilega hræddur við stöðumála og já, hann er komið nýja leið til að rassamæla og þetta er eins nákvæm mæling og hægt er að komast í að hans mati Hvað er það? Hann er byrjað að rassamæla með tippin á sér og þetta er eiginlega bara hálf ógeðslegt Nei, þetta er, sko, máli er að Greiði Kolban er örugglega að hlusta Já, sko, eins og ég segi, ég er að fá þetta sent En heyrirðu hvað þú ert að segja? Nei, ég heyri það bara núna Er það rassamæla random fólk út allan bæ með limnum á sér? Nei, sko, máli er að, nei, hann hendi matabóð fyrir stuttustrákar og þannig fekk ég slúri, ég fekk þetta frá góð, þetta er að koma einstar hring hann hendi matabóð fyrir stutt og bauð öllum þessum helstu strákum, sko og það var raukt og naut og svona og þú veist og þið viti hvernig þetta virkar hjá Kolbanum Já, geggjaði kokkur Já, og hann náttúrulega svolítið tens yfir þessu öllu þú veist, það er COVID og allt þetta og hérna síðan þegar það leið á veisluna og þá fór hann að vera svo heitt, sko Kolbaranum Já, sé hvað er heitt þetta sann Ántjóks, ég er að kapnur hitta hérna ég potið með einhverja vellu hérna, ég kom með hitta ég finna ég með vellu sann og strákandi voru bara, hvað, þú er bara flottum hvað er þetta maður, við erum að reyna að segja að slaka eins á þú veist, það var bara hátt stilt í opnunum og hann var bara að byrja að finna eins á sér og þú veist, það hlustaði enginn á þetta og hann var svona samt byrjar að setja lóan á ennið á öllum vitið hvað við, fekk að setja varirna líka á ennið tjekka hvort þetta hitta já, og bara svona tjekka hvort það er eðlilegt það er bara eðlilegt, sko já, anskoti segir hann það er bara bullandi hitti þetta, þið eru heiti líka þetta er COVID, þetta er bullandi COVID og allir bara slakaði á maður og vinnars voru ekki að taka marka þessu það var bara eitthvað drikkja í gangi og það var bara heitt inn í hann svo bara líður á veisluna byrtist okkar maður, Kolbarinn búin að taka hennar bláa svo hann geti mætt sér flesta Þetta er heldur bara ógeðslegasta slúður sem við erum með og svo mætir hann bara það Tóku þennan bláa? Já, svo mætir hann bara og er bara komin úr öllu að neðan og er bara í hörskýrt á ofan og er búin að og sokkum með hæ?
Sokkum Hann er bara sokkum, hörskirta og alls bera neðan. Það er Og búin rosa. að hrista sig í semmara líka og er bara tilbúin til að fara að mæla hita. Og þá bara bylur bara hvað ert að gera maður? Og þá var hann sko bara kom on strákar, þetta er ekkert gay. Ángriðs, þetta er ekki gay, bara tjekka hvort þið sé með hita. Þetta er bara mæling. Það tók þetta náttúrulega bara enginn í mál. Þetta er ekkert geimasan, ég bara hugsa um ykkur. Og þá er hann sko, var hann að reyna að mæla. Þetta er náttúrulega nákvæm mæling. Nei, setja tippið á sér inn í það. Já, sko, hann Þau ætlaði ekki að fara í næsta móla, Nei, Steindi. þetta var sko, við erum að tala um að þetta var bara svona kannski ekkit eitthvað, þú veist, bara hann var bara að rassamæla smá, skilur. Já. Og húsið tæmdist bara 0-1 hjá hann. Ég er ekki hissa. Já, og ég var að fá þetta sko bara frá einsta hring sko. Mældan engan eða? Nei, já sko, hann reyndi að rassamæla sjálfan sig reyndar. Þegar þá var hann einhvern veginn að konan hans kom á hann og var hann í einhvern svona öfum kollni sem bara að reyna að mæla sjálfan sig. Hún tókst það ekkert. Þannig að þetta var bara, hann var bara tillitsamur. Það verður ekki tekið á hann er tillitsamur. Greiði kolba að vera að hlusta á þetta. Varstu með fleiri móla? Eins og ég segi, þetta er bara send. Já, þú veist þetta send einmitt. Já, ég er með fleiri móla. Næsti móli, það er Helgi Rafael, töframæður. Já, hvað er fyrir þetta á honum? Heyrðu, það er ekki nógu gott. Nei. Hann er í tómu tjóni, kallinn. Nú. Já, hann er bara að tapa sér í fræðinni. Hann er komin í bullandi neyslu. Tapa sér í fræðin, er hann eitthvað fræð? Fyrsta leið, þessi gaur er ekki til. Jú, já, Hver, Helgi Rafael? Já. Töframæður ekki. Hvað er það bjóst til? Er Einar Mikael til eða? Já. Já, og Bjarni töframæður. Einar Já. einstaki. Já. Lalli. Þetta er allt gæði sem er Volli. til. Já, þetta er allt gæjar sem ég hef séð sem út að telja upp. Hefur ekki séð Helga Rafael? Nei. Já, þá hefur þú bara mistað miklu. Því að hann er til. Hann er besti töframæður landsins bæjarmæl. Við gefum honum það. Hann fann upp trikkin að láta borðið svífa, hendi í eldveski, konguló á trikkið. Hann er með þetta allt sko. Er hann komin í EIO eða? Já sko, hann datt í grimt í EIO sko. Þú veist, hann er svalur í gefunum. Hann er 44 ára, hann er náttúrulega búin að vera galdra sem var 12 ára. Fekk setti í afmæliskjöf frá pappa sínum. Hann er það hálf norskur. Er hann hálf norskur? Já, hann er pappans var bastardur. Hann er skýrður í höfuð ömmu sinni sko, Helgur. Og hann kom inn í galdrasunna with a bang. Og það er öfundsíki. Þannig að þú veist, en hann er núna svolítið búinn að hann er búinn að missa sér svolítið kallinn. Hann er komin í bullandi neyslu. Það er bara þannig. Hann er komin í EIO-ið. Það er þannig. Og ekki bara eitthvað svona recreational, hann er bara á hverjum degi vaknar hann tekur hérna hentaðast lægin undir. Akkur? Hæ? Du hast? Já, það er sem sagt töfralægið hans. Okkur á að setja það? Af því að við erum að tala um hann. Þetta er Helgi, við erum að tala um þig sko, málega það sem ég ætla að segja það líka var að ástæðan fyrir því hann er allir vitan sem komin í EIO-ið því hann gekk of langt með trikkið sitt. Aðaltrikkið sitt. Hvað er áttur aðaltrikkið hans? Að láta tippa á sig hverfa. Og það sem hann gerði basically var að hann var að skemmta hann út á landi á Reykjólum. Á Reykjólum? Já, og þar mætir hann út úr EIO-ður, rugglaður á því. Hann sko er í svona hálfum þegar hann er séð út á landi. Þetta eru svona einhverju trukkar sem er búið að opna hliðina og hann er að skemmta í bíl. Og það voru krakkar og fjölskyldufólk og hann mætir búin að vera út úr EIO-ður. Keyrði hann í sjálfur það? Var með Magnús og það var eins og þvottavili framann. Kjálkinn á hann var á milljón. Síðan ákvæðan að hendi Greyið Helgi Rafael. Já, hann var búinn að hendi spilagaldrana. Hann lét borðin fljúa, hann lét dúurnar, hann tók dúupottana á Er hann bara með öll sömu trikk og Einar Mikael? Nei, sko, hann er bara með aðal trikkin náttúrulega. Hann fann upp þessi trikk. Hinn er eiginlega kópir þessi trikk. Hann fann upp eldveski, hann lét gera fyrsta eldveski bara á okkur vestað í Norri, bílavestað, nángurins, og lét bara kast upp til. Og það sem gerist þarna er að hann fer í trikkið út úr EIO. Hvað landa til þessu? Já, og hann fær þetta eldgamla sjálfbóðlega. Það er bara svona 80 ára gamla mann. Þetta er svona þorpshetja sem hann fær upp. Og það verður bara þannig að þú veist að hann kerði niður. Nei, þetta er komið gott. Eftir með eitthvað loka móla. Við erum að tala um þetta er eldgamalt maður sko. Já, og það gerir þetta bara ennþá að verða, Steindi. Já, þú skilur hvernig. Við vitum alveg hvað gerist. Já, og hann lætur sig hverfa. Þessi gaur er ekki eins og til, þannig að ertu með eitthvað í lokin? Eða þú komið bara? Nei, ég er náttúrulega með eitt hérna. Það er Sigurður Hlöðversson, heita dagskagera maður. Það eru auglýsingar. Hlaðvarp FM 95 Blö. Það er Albatross, Sverrir Bergmann. Já, það má. Nýjasta nýtt frá þeim. Og já, Svessiði nú pottitt verið í eigum þessa helgina eða? Alveg gott lag. Já, hann ekki þjóðatíð. Það er ekki þjóðatíð og Men's West mætir. Hann og Halldór Gunnar er bara andlit þjóðatíðar. Já.
Strákar, það er komið að lokum tíminn í fljótt að líða maður. Hvernig er helgin hjá mönnum? Herra, ég er með matabóð í kvöld. Já, hann komið fram, það er ekki núðlur. Nei, það er ekki núðlur. Ég veit ekki eins og hvað er í matinn án gríns, konun allan er bara fram til búð. Ég veit alveg hvað er matinn það eru dýrasta steikin og líklega vel að rauðu. Ég get lofað þér ekki dýrasta steikin, það er bara eitthvað venjuleg grillkjöp. Það verður nóg að rauðu, ég get lofað því. Þið ætla ekki að fara neitt ferðalag eða gera neitt? Nei, ég held ég verði bara heima all helgina. Sko ég er að fara að fytumæla fólk í fyrramáli í sportasunnu. Þú ert núna með grímur. Já, ég er að fara að mæti fyrramálið með grímu. Og málið er, og ég var á ekki að senda sko Gumma Kíró til dæmis eitthvað svona og byggðum Versace grímu. Þá ég mæti bara með venjulega góma grímu. Það er agalegt, bara með fullri virðingu fyrir þeim sem eru með Versace grímur, þá finnst mér alveg hræðilega hallast. Það er hallarislega að vera með einhverja þannig grímu heldur bara lækna grímu sko. Það lappa einhverja Gucci grímu. Ég er að fara að mæla fólk á morgun með grímu, en meðan gimmin er ennþá opinn. Ég vona og King Þórólfur fara ekki að loka gimmunum því að ég veit ekki hvað ég geri ef ég sendar heim í stofu 10 vikur aftur. Nei, ég held að það gerist ekki. Ég held að ef þetta verður hert ennþá meira en það er núna, ef þetta lagast ekki á næstu 2 vikum og þetta fer bara tilbaka aftur og við fyrir aftur í 500 og núna fyrir bara allir að chilla eins, en þú veist, þetta, við náðum að hemja þetta, við náðum að ná tökum á þessu. Ef þetta fer aftur, ef þetta herri þetta meira, þá held ég að hljóta að vera frekar við landamærin heldur en gimmin sko. Mér veist að mér finnst svo leiðast að ræða þetta. Við vorum líka búin að ákveða, við ætlum ekki að tala um þess að veiru þetta. Hún er búin að fara illa með okkur blöð. Bara illa, hún er búin að fara illa með fólk sem er búin að veikjast og deyjast. Já, hún er búin að fara vest með það. Ég er svo að tala um bara, ég er núna að tala um þetta reyðið báði nóg til sko. Ég er að veltaði fyrir mér sko hvað ég geri eftir sporthúsi á morgun, hvort ég fari í eitthvað roadtrip, er ég bara heima púp, þú ert að fara, þú ert með. Erst þú ekki með eitthvað húsbíl eða? Já, ég er að fara norður. Ég leigði hann að bli 10 daga síðast og mátti skipta þið 7 dagar og svo 3 dagar. Ok, ég er ekki vel eðalur. Þú ert svona, þú ert líklega síðasti gæði ég sé fyrir mig keyrum á húsbíl. Já, Sveppi talaði um það líka sko. Séði fyrir mér á 15 miljónir krónar bens. Nei, ég er bara svona, ég fattaði alveg eftir síðust útilegu og ég er ekkert stressaður fyrir 3 dögum, en ég er hótelkall. Já, þú getur ekki skipt ljósaperu. En hvernig gekk svo, þú nota sturtuna og þú veist í húsbílnum og ég notaði hann ekki. Notaði ekki? Það var endur ógæsli, ég fór ekki sturt í 3 dagar. En að tæma kameran. En þú var svona að hægja þér, þú elskar að hægja þér sko? Já, það var bannað að kúka í bílnum. Hæ? Hvað hægði fólk sér þá? Það bara fór inn á klósett á tjálsvæðinu. Já, ok, ekki út í baka ykkur 3? Nei, ég meina, hvað gerir fólk sem er í tjaldi? Skýtur það í hotnið? En þú varst að tæma þvægið. Já, en það var sko, ég tæmdi það eins og senti að það var komið eitthvað ljós og eitthvað læti og eitthvað og ég fekk að heyra. Áttu eitthvað búin að tæma? Já. En þetta er bara piss úr þér og frunni, er það ekki skárra? Jú, ég svo er fólk að laumast inn. Já, þú varst ekki með eitthvað kameri, tendir eitthvað, þú veist, sveppaði eða eitthvað? Nei, ég var ekki með neitt svoleiðis kameri, ég fór bara að styrtaði úr þessu. Þú hefði að styrta yfir þessu á mörgsann. Það verður great kameri. Það verður sessandi, það verður kameri. Ég veit ekki út að sveppaði að vera ljúað ekki, en hann talaði að þú hefði keyrt á staðana og allir hlerar opni á bílunum og hvernig gerist það? Ég hafði aldrei verið á húsbíl áður. Ég vissi ekki að maður ætti að lappa hringin og tekka hlutum og það var bara allt opið og allt í rugli þegar ég keyrði á tjaldsvæðinu og það var bara hálft tjaldsvæð að hlaupa á eftir mér. Ég bara, hvað er gangi svo toppaði bílinn? Þú voru að loka hlerunum. Geirjón hérna lögreglustjóri fyrir þetta bara koma að hjálpa hann að loka einhverjum hlerum. En núna kann ég er ekki afstressað núna. Nú kann ég á þetta. Ég kann eins og bara með rafmagnið síðast. Hræðilegt. Ég týndi einhverju millistikki á Höfn í Hofnarfirði. Ég var rafmagnslaus bara inn í bílnum og ógeðslega kalt síðustu 3 mánuði. Sko, mér finnst þetta bara að vera tjald eða hótel. Þessir húsbílar algjört drast. Nei, þetta er náttúrulega ógeðslega gaman. Ég verði að peppa þetta sko. Já. Þú veist, ef þú ætlar að fara í útilegu, ertu ekki að fara að vera einhvern veginn í náttúrunni og vera bara gist í tjaldi og hafa gaman. Að gist í tjaldi er viðbjóð. Já, ég veit það. Þá getur líka bara að vera á hóteli og verið. Nei, húsbílinn er svona skemmtilega millivögu sko. En tjaldögn, er það ekki aðeins meira tjaldfílingur? Nei, það er ógeðslegt. Húsbíll er bara íbúð. Sko, húsbíll er mjög flott, þú veist, en sko, hvert er það að fara í kvöldblöð? Varmahlíð. Ég er að fyrir Skagafjörðin. Þú ert kóngunni þar. Þetta er búið að vera gaman hérna í dag. Veit fólk átt á leiðinu? Kella fyrir hlustununa. Við verðum mættir aftur hér næsta föstudag í bullandi gír. Það verður fullu bátur aftur og 2 nýjir dagskálir næsta föstudag. Við ætlum enda þetta á Stóra K með rosa lag og það heitir Klubba Banger. Takk fyrir hlustununa. Það er fyrir norðan maður. Farið fallega um helgina og hafið það gott. Heyrjumst næsta föstudag. Hlaðvarp FM 95 Blö.